Danny Brown Hann ógeðslega fyndinn hérna. Já, ég sé eitthvað með Tom Segura og þarna gæðina sem fyllt úr og ofan. Já, Burt Kreischer. Já. Nonni eitthvað pirraður. Erum við live það? Við erum live. Ég get pirraður. Fýlubúki. Af hverju kemur alltaf einhvern svona saga ég sé eitthvað pirribú. Nonni er ekki pirraður. Já, sko, getum við fengið Hannes með einasta podcast. Þetta er peppstrákurinn sem ég þarf hérna. Herru, já, það er 5. lótan sem heilsar fallum hlustundum á ljótum mótni hérna í síðumúlanum. Það er grá miklulegt yfir bænum en það er sólskín hérna inni. Í hjarta okkar. Og í hjarta okkar. Enda 4 litlar sólar hérna mættir í stúdíóið. Það er komin svona fastagestir í stúdíóið. Það er Elli og Hannes. Takk fyrir. Já, sælu verið. Já, hérna, þú náttúrulega stofnaði bara þitt eigið podcast þegar við tókum smá frí við strákunir. Já, þið voru svo lengi að posta. Já. Bara gerðum þetta sjálfur. Þú bara gerði þetta sjálfur. Og Elli, þú bara elskar. Ég er svona like a step closer að taka yfir hérna, sko. Já. Já, það ekki. Já, herru, en við þurfum að gera upp heilmikið. Sko, ég er valla með á nótunum, sko. Ég man ekkert hvað ég var að gera helgina, sko. Varst niðurlæður? Já, niðurlæður, jú. Jú, já, það var þetta komið svona í Gleymskubankan, en við getum svona rifið það þessu upp. Ég manna. Já, internetið manna. Það var UFC helgina, Apex Card, þar sem Ultimate Sterling fór létt með Yusuf Salal. Svo var nefuleika mót, það var Jiu-Jitsu mót, það var Muay Thai Spar mót á Íslandi. Ekkert að frétta hérna. Og Lítið að gera. Já, og svo er UFC Perth, hvað er 328. Er þetta ekki bara Fight Night? Nei, er þetta ekki núverða kart? Er ég að rugla það? Það er bara Fight Night, sko. Þetta er bara rosalegt. Já, þetta er rosalegt. Já, þetta gæti verið alveg. Maður hefur sér númeru kört sem er ekkert það spes, sko. Ég sem lítið verið út af þetta. Já, þetta er bara fucking nice, sko. Já, er þetta ekki alveg lúms betur en White House kartið? Þetta White House kartið náttúrulega lofa bara eitthvað besta sem er, þú veist, besti heiminum, svo var þetta bara eitthvað joke, sko. Já, þetta er svona eiginlega... Þetta er gott kartfattari, en bara með hvað það var hæpað rosalega mikið og hvað þetta ætti að verða bara championship, þú veist, bardagar og eitthvað og svo kemur þetta og maður bara svona, Já. En ef þetta væri eitthvað annað kart, þá varum maður bara, oh shit, þetta er gali kart. En svo líka fyndið skilur, þeir bökkuð með það að vera með þetta on the 4th of July og núna er þetta bara eitthvað svona ammælisdeginum með Donald Trump. Já, er það ammælisdeginum hans? Já. Nei, það. Við höfum ekki að ræða þetta, þú er eitthvað nefn að færa, það er ekki 4. júli, það er eitthvað í júni. Ég er bara, ha? Og það áttu náttúrulega að vera bara Freedom Cards, 4th of July, bara þjóðhátíðardagurinn og White House og eitthvað svona dót, sko. Svo þetta er núna bara eitthvað ammælisdeginum hans. Já, ok. Líka bara, hann var bara að hafa helling seg með það. Dana White er aðeins og góðurna. Já, er það málið? Já, ég meina eftir Hogan-fætin, þá tegur hann Dana White bara til liður orðlega. Donald Trump er bara, herru, ég vil hafa hann í ammælisgjöf. Af hverju Derek Lewis ekki að slóst? Og Dana White var bara, ok, jú, það ekki. Ég skal finna út í. Ok, þannig það er málið. Já, svo að klippa af Dana og Joe Rogan alveg að missa hann á hliðinu eins og smá stelpur Donald Trump bara stingu upp á einhverjum fætum. Ég er svo gaman að þessum heimi, sko. Það er lúmst gaman að þessu, þegar hann er eitthvað svona, Donald Trump er farin að matchmaka og svona er í símanum hinum meginn eitthvað að díla með hérna Hermússundið eitthvað. Kína var ekki neina olíu. Láttu Lewis berjast. Hóta eyða heilri menningar heimi. Fossiti Bandaríkjanna byrjum Derek Lewis á fightkarti. Það er eitthvað yndislegt við. Eins og ég sagði í seinsta podcasti, sko, að Trump hefur verið Derek Lewis fan lengi, sko. Já. Það er vist vitað. Já. It is known. Herru, hérna... En já, 328 verður svo bara helgina eftir þessa. Já, mér fannst bara kartið var svo gott, þetta hlýtti að vera, en 328 er, já, það er eftir. Það er Chima F. Strickland. Já. Og 9. maí. Tyra vann. Já, Tyra vann, já, einmitt, það var klika. Erstu með eitthvað göndulsóksbólgu? Já, akkurat, nákvæmlega það. Þú greindir þetta alveg hárrétt, sko. Já, ég heiti þetta á þig. Herru, það er, sko, það er gaman að taka svona morgun
svona morgun podcast. Já, það ættum að gera alltaf. Já, það var Ég var alltaf talsmaður þess að við ættum að taka podcast klukkan 7 á morgnana. Já, þú veist, ég peppaði alveg, sko. Það ekki? Jú. Ég En sko, mér varst ótrúlegt að við gætum fengið 2 gesti í stúdíói klukkan bara 8:30. Ég var mætti 40 mínútum undan náttúrulega ykkur kann ekki- Keep that in mind, sko. ég kann ekki segja nei við ykkur, sko. Ég bjóst við því að umferðin aðeins verri sendi Bigga eitthvað með umband þegar hann sendir á mér eitthvað nývaknaður eitthvað Ég var upp í rúmi, ég sá, sko. og svo sendir hann mér umband nokkrum minn sinna, heyrðu, ég vann með umferðina, ég var komið svo seint. Nei, líka, ég mætti 45 mínútum að snemma. Hvað helst að umferð var Sko, ok, ég er í Smokes, Kópavoginum og þessi leið að komast hingað úr Kópavoginum er vanlega bara umferð alla leið og þú veist, þú ert kannski á 5 km hraða, svo núna var þetta bara aukt og ég var bara svona alla leið bara, er ég að snúa við það? Ég fara heim og sofa í kortir Þetta er nefnilega svakalegt, sko. Ég var daginn að keyra mjög snemma upp í Kópavog og bara sá bara röðina bílum á móti mér, bara stökk og þú veist, þetta er ástæðan okkur ég mun alltaf búa vestamegin í Reykjavík, sko. Já, þetta er samt bara svo þægilegt hverfi að búa í Kópavogin. Það er gott að búa í Kópavogi. Það er gott að búið Kópavogi. Gott að búa í Kópavogin. Hver var það sem sagði þetta? Bæjarstjóri Kópavogs, Gunnar eitthvað. Gunnar. Já. Hvað er Kópavogi, veistu? En þetta var eini maður sem er bara við lítið bara legit út eins og Jabba the Hutt. Bara með alla undirhuguna og eitthvað. Og gott að búa í Kópavogi. Já, ég er bara rétt hjá Hamraborginni, sko. Já, góð stæður þetta. Ég er nálægt gettóin en ekki í því, sko. Já. Já, Sem er Hamraborgin góð. sem ég ekki. Herra, ég var að ræða hérna málum aðeins. Það er, Hannes, þú hóst podcast Já, í, hvað er síðustu viku? já, það ekki. Ég er sko með ekkert tímaskinn lengur. Er þetta Nei, bara, er þetta þessi- nýtt podcast sem er komið til að vera, eða? Eru við komin með competition hérna? Sko, Við erum að ég við veit- erum að okkur mikið competition. ég veit ekki hvort ég veit ekki, ef mér langar að fara inn í það, þá veit ég, þyrfti ég örugglega að breyta nafninu, sko. Hvað er nafnið núna? Já, ég skýrði Fjórða podcastið lotan. mitt fyrstu lótuna. Já, ok. Veitu, getur við ekki farið í eitthvað lawsuit? En það er bara, Eitthvað. Eða en það er strákar, bara að því að ég fer náttúrulega aldrei 5 lótur, sko. ég ætlaði að klára bara segja einu. Ég ætlaði að segja, eða þú bara hafa þetta sem bara svona eins og prílims fyrir 50 lúðuna. Það er reyndar, já. Það er, Hannes talar Ég tek alltaf- príliminn á kartinu og Ég svo tek talar alltaf þeim fyrstu 20 myndir á þættinum. Já, verið velkomin í fyrstu lótuna. en nei, ég sem sagt tók upp lokaverkefni sem sagt í framhaldsskóla. Já, hvað 28 ára að fara aftur í skóla og klára stúðin Vel já, gert. ánægð með þig. og núna er ég á bara 2 vikur eftir að skóla eða eitthvað. Búið að berja eitthvað vit í því hérna upp í Reykjavík að maður. Já, Get back to school. já, það var einmitt það. En nei, við hérna mættum hérna í senstu viku, ég og Marun og Máni og Rauða Ljónið, Ari Byrring. Við tókum upp þátt Já. og það væri bara kannski eftir edit gaman að henda hún kannski bara upp einhverstaðar, Já. kannski breyta nafninu, teka upp nýtt intro. En hérna, nei, þetta var útrúlega gaman. Ég heyrði bara í Nonna fyrir svona 2 mánuðum og ég var bara að spyrja, bara byggðum ráð varandi hvernig hvort að það væri lægi fyrir mig að taka upp podcast á símanum og hvernig það myndi koma út og eitthvað. Nonni var bara, gaur, Farið bara niður í stúdíu. komdu bara inn í stúdíu. Takk það fyrir þar. Ég bara, í alvörunni, það er lægi. Já, maður. Það sjálfsög var það í lagi. Ég man eftir þessu, ég var ekkert á leiðin til Serbíu á ADCC, Trials, þegar þú hringdir í mig. Já, Ég var leiðin á flugurinn. já. En það var gaman. Ég er spenntur að hlusta. Þú þarf að koma hann upp í loftið, eitthvað þar. Heyrðu, hann er eddaður, Já. komin áfram. Já, eftir að fá feedback frá, sem sagt, leiðbennundanum mínum á lokaverkefni. En við fórum úr 2 klukkutímum niður í 1:24. Já. Hafið þið editað ófá podcast eða ekki? Við höfum aldrei editað neitt. Við, Jú, einhvern tímann hef ég eitthvað sagt. við höfum þurft að edita eitthvað sem hefur komið fram og Mátt ekki Mátt koma ekki. fram. Já, jú, við höfum klift út svona nokkar sekundur Já. eða blípað eitthvað. já. Já, hjá okkur þá var það meira bara að við vorum allir að smjatta rosa mikið mækin. Ói. Ég veit ekki okkur. En við gerum það örugglega allir án þess að spá í því, skiljum. Svo sittir þú þáttum bara í lofti og hlustar aftur á hann, heyra það ekkert. Nei. En
en þegar ég var að etja þá var ég bara alltaf á milli orða eða kemur einhver hljóð kom alltaf eitthvað svona já, ok, segið mér en við tókum upp bara frábæðan þátt ég fekk Maran og Mána með mér í þetta Testa hann í þig fekk Maran og Mána í mig og svo tókum við upp þáttinn hann co-hostaði með mér reyndar sagði ekki mikið í þættinum nei, ég segi svona Nei, það samt sko, menn eru bara mjög stúlir, skilur Ég er nefnilega sko, við tölum þetta fyrir podcast að ég er eiginlega, ég held ég sé prototype podcastarinn 30 maður, hvítur sat hérna fyrir framan og svo bara talaði ég og talaði ég meina, ég held þegar við byrjum að taka upp að ég held þetta er svona 40 minna þáttur ég hef með handrit bara í tölvunni fyrir frammi og þetta leit mér vel og ég setti það þannig upp að ég var bara með svona talking points ég byrjaði bara á Pancration sem er hana 637 fyrir Krist það var stofnað svona grískt sport sem hétt bara Pancration sem var bara kýla, sparka, glíma og það var ræðið það bara í podcastinu og það var bara upp af MMA eins og við þekkjum það svo tók ég Gracie fjölskylduna fór í UFC, fór í Töff svo bara, ég held ég bara að tala svo fór ég í Ísland Aron Leo, Gunnar Nelson Loa Geiss og svo hendi ég í Ari Bering Já, það kemur hann sterkur inn bara og með því þá er ég alveg talandi Ari Bering þá erum við komið með rauða ljóni inn í stúdíó til okkar er komið eitthvað svona jókur að segja alltaf rar Nei, þetta er bara ég Þetta er bara Ég er búin að, Ég ætla að fara að köpa með miða á lestina sko. Mér guðanabærin, please gefa Já, ég fór 2 miða Já, bara ég er að reyna að selja út, sko Nei, sko að þetta er svo ótrúlega gott að því að hlustundu 15 lótana veit það kannski ekki en þú komst með nafnið Rauða ljóni og hlustundu 15 lótana veit það kannski ekki en Ari var ekki dróðs mikið fyrir nafni Hann var ekkert sáttur með það Hann var ekkert að digga en mér fannst það geðvikt sekundar sem ég heyrði það var ég bara já, vá hvað mega mikið sens hann er svona langur, grannur, nimbul líka bara, hann svona pánsar á mann Já, og líka bara, þú veist, þegar hann klippir sig ekki bara er lengi að fara í klippingu skilur fyrir þetta þá fær hann bara svona mein já, ég segi það þannig að þegar ég horfði á viðtalið sem þú tókst þá var ég bara, vá, geðveikt og ég fer upp til hans og ég bara Rauða ljónið og svipur hans bara breytist nei, ég vildi frekar heita Stormur af því átti að vera skýrðu Stormur eða eitthvað, ég man ekki hvað hann sagði já, ég veit, hann sagði eitthvað whack sko. En ef hann segir mér að hann hata nafni eða fílar ekki nafni, þá auðvitað er ég að fara á móti reyna eins og ég get að fá hann til að urra Þú veist að fara á móti Storminum hana, sko. Já, ég er á móti Storminum hana og ég reyndi hana í 2-3 mánuði að fá hann til að urra á mig, svo gekk það hlugsast upp og frá því þá hef ég alltaf kynnt hann sem Ari Bering, Rauða ljónið rar. Er þetta ekkert að vaksa á honum? Rauða ljónið? Ég myndi halda það en ég held í stríðunum aðeins svo mikið með þetta sko. Það sé aldrei að vera vennist sko. Ég þekki hann bara sem Kate Steele gæjan sko. Það gekk mjög lengi þegar við vorum úti á Interklubinu og hann var alltaf í raun senar á Kate Steele kart Kate Steele gæjan? Já, það var alltaf bara MMA 2 grúpan á Instagram og það var bara allir að senda myndir af sér og Ara ég heiti Kate Steele gæjan Það er ekki þetta Ef að ræða aðeins til að keyra þetta svolítið í gang Já. Það var 14 mínútur á klukuna Ef að ræða aðeins UFC helgina Bara 14? Til þú stressaðir eitthvað? Ég væri bara til að fara heim að svo? Nei Ljúkum þessu af langur introkabli Sorry, já, en við þurfum að ræða UFC Já Tjóðið er ég Þurfum ekki að minnast á einhverja góða aðala og hvað Ég myndi kalla það The Night of the Unk Night of the Unk Hvað er? Ég meina fariði bara yfir fætana frá þeim helgina og hvernig þið fóru
Þetta Já, var, þetta var heldur Það leðilegt. voru 11 decisions. Já. nei, við erum að tala um Ráni Barcelos, David Grant, við erum með Aljamain Sterling, Já, en gömlugallin voru að standa sig vel, sko. já, ég er að segja það. Já. Herru, Cody en áður Gordon. lengra en haldir. Það ætlum minna á að þátturinn er mistyrtaraðila. Og það er að sjálfsögðu Reykjavík Emma sem er svarið ef þið langar að byrja að æfa barðaíþróttir. Það eru grunnnámskeið í byrjun hvers mánaðar. Ég er að coachaði. Þú ert að coacha? Já, byrjundan á skeiðin. Ég var að berjast með einhvern gæði sem bara bara coacha vera námskeið, coacha. sko. Það eru allar upplýsingar inn á rfkmma.is eða bara inn á Instagraminu hans Ella. Heyrið bara persónulega Ella. Slæti bara með DMs og Ella. Það eru hámarkið svo árangurinn að velja með yngling fæðbótuvörum, Shieldit, náttúrulega styrabústurar og sveppalvölundur. Varamánaðarins er kraftur fyrir alla strákana að núti sem vilja sofa vel og recovera vel. Það er 15% Og vakna með bónus. afsláttur og vakna með bónus. Gleymið því. Gleymum því ekki. Það er 15% afslátt með kóðanum 15 lótan 15 við checkout. Svo mælum við með bardaðtryggi hjá Nico. Virkilega útpælda styrtaræfingar fyrir bardafólk. Skemmt er vel á vísindilegri þjálfun með Nico styrtaþjálfun. Eða bardaðtryggi. Er þið á Nico eða? Við vorum saman um Nico. Já, Ég er búin að banna honum að taka Ella. Ég er með minn eigin einkaþjálfara sem að er bara eitt af mínum bestu vinum. Það er Árni Steinn. Algjört legend, sko. Ég þekki Árna Steinn, hann er engin Nico. Nico er Nei, rosalega. djók. En Nico er líka engin Árni. Já, ég held að Nico geti lag með Árna sko. Já, en samt Outcardio, Árna til varnar, þá er Árni til svona nýbyrjaður, sko. Já, hann er bara Nico. Það var eiginlega bara hann ljótt byrjar sko. á Nico. Að vera að berja hann. Já, Og verra en ég og Biggi, sko. Árni verra en hjartveiki maðurum hérna. Já. Ég skil. En þú varst að byrja að æfa Biggi. Herri, Þú já. var aðeins að kýla í púðin í gær. Já, ég leit á það sem svo að fightkamp minn það byrjaði í gær. Það var dagur 1 á fightkampi. Og svo stegi ég á viktina og ég er bara 77,1, þannig ég má vera 77,6 ef við tökum með allowance, þannig að núna bara borða það eins og þingja mig. Mér langar að vera svolítið weight bully því ég mæti Ella, sko. 25 skýta að þú sett 77 kíló. Nei, ekki? Jú. Ég er líka með 77 kíló. Fat sack of shit. ég bara... Ég er líka með 77 kíló, 92, sko. Ég keppi vanlega í You're 62, muscle. sko. Það myndi alveg meika miklu meira sens ef ég og þú erum að berjast. Það myndi meika miklu Já, meira sens. þú náttúrulega bara dökkaði mig. Ég hef aldrei Hvað var, í lífinu dökkað. sko, þú varst búin að samþykja barða á Interclub á móti mér. Já. Já, og svo bara allt í einu hvarf það Interclub. Ég er bara... Ég conspiracy þeirri sem Meðan mér... hann var rekstrastjóri. Já, nákvæmlega, Hann skrappaði conspiracy mótinu. þeirri mitt. Það er að Það var ekki áhugi- það var ekki áhugi fyrir að því. missa, hann væri að fara að tapa í Bulldog choke, sko. Ég get bara stuðið alltaf vikuna, sko. Ég er full að tróna hana, sorry Eli. Ég er bara, hann er alltaf sjarp, sko. Já. Já, það. Mér líður allan sjarp. Herri, við ræðum þetta, við gerum upp UFC-kartið og svo fyrir við aðeins að smacktalka á eftir kannski. Já. Ef þú lærir ekki að haga þér. Herri, það er Aljamain Sterling á móti Youssef Zalal, það var meina með því helgina. Hérna, eins og hann er svo alveg benda á það, bara allir gömlukallinir á kvöldinu voru að standa sér drullu vel. Þeir voru að öngumaksa. Já, Magsa. Ég á rosalega erfitt með yngri kynslóðuna í dag, sko. Ég er nýkomin á 6'7", sko. Ég er 31, sko. Það er svo Öngumaksa. Já, það er þreytti brandari, sko. Í alveg, er ég svona 6-7 mínútum of setna? 6'7" er búið, sko. Já, búið. Ég var loksins að... Sko, ég vil eiginlega bara Sko, ég vil eiginlega bara svona hafna því, sko. Ég vil ekki segja að það hafi verið hluti, sko. Þetta bara... Ég veist, er þetta ekki meira bara svona hjá 6-7 ára krökkum, sko? I see what you did there. Jú, Þetta er ekki beint svona úlinga Nei, dæmi, þetta er svona, þetta eru- strákurinn minni alveg bara missir, ef við keirum fyrir mig húsi sem er nummer 67, það er bara 6-7 maður! Já, ég skil hann vel, sko. Ég er þetta líka, já, þetta er alveg rétt, sko. Já. Þetta er orðið svona ingreind, sko. En ég fíla þetta maksa, maksa og það ég skil það. Það er svo margt sem að unga kynslóðin gerur og segir sem ég skil ekki alveg, en þetta er mjög einfalt, bara hvaða orð sem er og svo bara maksa í lokin og maður bara svona, já, bara maksa það. Já, Elin Kattir er duglegar að posta með þroskaheft maksin. Já, einmitt. Það er gott, sko. Já. Ég tengi mig vel þar inn, sko. Emin er búin að vera að gera marga svona Maxa-pósta. Já. Þroskaheft Maxa. Já, það er alveg... Það er óheflað. Emil er skemmtilegur á samfélagsmiðlum. Já, hann er það. En hvað finnst ykkur Aljamain Sterling? Heyrðu,
meðan hann kom bara maður veit svona nokkuð hverju maður á að búast við frá Aljamain Sterling hann former champ og hefur verið lengi í þessu en meðan hann bara kom mér ótrúlega mikið óvart í þessu fætt bara sérstaklega það sem að ég held að Zalal var stöðlaður til að vinna hann fætt ekki Jú, hann var alveg favorite sko, það var yfir 2 á Aljo hann kom mér ekki neitt óvart, ég veit að fór nákvæmlega eins og ég held myndi fara Sterling mætti bara eins og Mirab og bara ég held honum bara lengi í jörðinni sko. og líka bara þegar hann var með hann í jörðinni þá lamdi hann í kessu þetta í þriðjulóti þá nær Zalal hann nær einhverju giljotín og nota það til að komast ón á og ón á eða bara allar þriðjulótina hann bara með 2,5 mínútu í control time en gerir ekki neitt við það alltaf það Aljamain Sterling nær bakinu þá bara lokar hann body triangle og bara fucking lemjan í andlitið á milljón og bara einhvern veginn þetta er svona þessi stíl svona sem ég saknaði svolítið skilur eins og horfa á svona gamlan Kamaru Usman svona sem einhvern veginn bara bakinuðinni eða bara búin að mánta þig og bara grænda þig niður og það er einhvern veginn bara það sem að Sterling gerði mér fannst það einum tímapunkti eins og Salah langaði bara að tappa undan höggum sko. og það var náttúrulega 10-8 lóta hana í fjórðu Já, í fjórðu mitt þá held ég að Zalal myndi tappa bara alveg í byrjun lótunar ég held hann hafi verið að hugsa hann svo lyftaði þessi hendin og var hann bara svona nei, ok, ég get ekki tappa fyrir höggum Þetta nákvæmlega moment svo þú tala sko. En líka þá var Aljo bara að vinna hann var alveg komið með leiðis hann hefði alveg getað klárað tjókið sko. Hann bara kláraði ekki, náði svo einhverjum hettin arm hana Mér fannst það að vera svona of mikið að reyna að ná bara svona the perfect reyningi tjók þegar hann hefði getað bara farið yfir högun og bara fucking Það var einmitt það hann var að reyna að ná betri andastöðu en var samt eiginlega bara með hendin undir högunni sko. Ef hann hefði bara farið yfir andlita á honum og bara pressað svolítið vel þá held ég að Zalal hefði verið bara ok, þetta er leiðin mín bara til að taka frí restina af kvöldinu Já, ángríns Ef Zalal, mér fannst það bara ég veit ekki, ég hlustaði svolítið á kornir hans og á hann þegar hann labbaði inn í kornir og á mikið eitthvað svona þetta er alltaf lagi en það var ekkit þetta hljómaði aldrei eins og hann var með hausinn í þessu fætt Nei rosa slakur eitthvað bara þetta er allt í góð, þetta kemur bara eins og í næstu lótu ætlaði hann að kveikja á sér í næstu lótu ætlaði hann að kveikja á sér Já en það er alveg áhugavert sko, því að svo skoða maður skilju að því að Sterling er svo mikil underdog fyrir hann að barða en hann er samt búinn að vera ótrúlega aktív hann er pirraður því að UFC sé ekki að gefa sér barða hann vil fleiri barða, hann er bara mjög duglegur að glíma og náttúrulega kemur alltaf með Merab og tekur bara harðar lótur með honum í uppbytunni skilju þannig að maður veit að hann er alveg game skilju hann er ekkit eitthvað svona half-ass að þetta skilju ég var alveg hissa svona með að við metnaði í honum að hann skuli svona, eins og hvernig hann hefur látið að hann hafi verið svona rosalega vannmetinn Sko, ég er alveg hinskilin, ég er ekki mikill fan af Sterling, sko Ekki? Nei, ég er rosalegur Jan-maður, sko Mér langar svolítið að sjá hann og Jan taka þriðja bardagan og sjá Jan döstan, sko Já, þá var Janur þá leiðin uppið það ekki Jú, vissu Jan er bara að hafa það gott þarna í bandamýttinni Já En Sterling ætlar að vera 2-division champion taka featherweight titlin á hann skilið titilbardagan gegn Volk Sko hann alltaf tapaði á móti Moshe Evloev og hann kallaði eftir þeim fætt aftur sko. Hann vil mæta honum aftur og svo Volk hann sagði það í viðtalinu þannig að ef að Moshe Evloev ætti að vera að fara í title shot finnst mér en Aljo vill berjast til hann og það er leiðin hans að Volk Sko hvernig er Moshe Evloev ekki bara komin í titilbardaganum þegar? Hann er 10-0 inn í UFC. Ég held bara Dana White hatar hann. Ég er bara eins og 70% af öllu þessum wrestlerum sem er ekki að róta fólk. Hann sýndi þess að extra aggression í síðasta fæti á móti Liam Murphy og þá svona, hann vann mig aðeins á sitt band. Ég var einmitt svona bara decision vel, bara einhver crotch sniffing leiðinda gæði sko. Það var svolítið mitt take fyrir Liam Murphy bara þann en svo sá ég hann á móti Liam Murphy bara svona, þú veist, og viljan til að valda skafa í þeim bara og þá var ég svona, það er það sem ég vil sjá frá glímumönnum, ég vil sjá þá eins og Habib og eins og Sterling þessum bara koma sér í góð stöðu og lemja menn ekki bara hanga á einhverjum gaurum og bara grænda út einhverja mínútur í kontrolltíma sko. Nei, þú verður að gera skaða skilur. Þú verður að gera skaða þú veist, þú mátt glíma
ef þú ert að grænda út ef þú ert að stela sálinas eins og bara Yusuf Zalal hún langaði bara að tappa út og gefast upp í fjórðuleita, skilur það falleg glíma en svo svona gæði eins og Grant Dawson og þú horfir á 15 mínútur á bardaga með honum og það bara ekki skemmtilegt á neinum tímapunkti kemur bara eitthvað leðal takedown svo hann bara eitthvað hnoðast þú veist, það ekkert skemmtana vægi í þessu þegar það bara kemur snemma eitthvað takedown bara eitthvað double leg, single leg takedown niður í gólfið, þú veist, þetta ekkert eitthvað svona wow moment, bara svona ok, við erum komin niður í gólfið fattar við, svo erum við bara hér svo er lótan búin, svo bara byrja næsta lóta og við erum komin aftur í gólfið og það gerist ekki neitt og við erum bara 15 mínútur og lífið minni sem ég fæ ekki tilbaka fattar við, ég vil sjá fucking blóð ég vil sjá eitthvað spennandi ég vil hoppa upp úr sætinu minn og vera bara holy shit það er ekki að gerast í Grant Dawson barndöfum sko. Mjög klart að ég og Nonni erum glímumenn og Viggi og Elli séu strækjarar sko ekki, þú veist, 2 uppáhaldsbardaði mennir mínir, það er Islam og Hamzat sko þú varst að grenja þegar að DDP var fucking ég steiktast á top 3 lista sem hægt að finna hræðilegt uppáhaldsfæturinn minn bara örgla of all time Dreykus er það DDP? Það er DDP, svo Ilja en bara þegar ógeðslega gaman að horfa á Ilja slást en svo er það hérna Steve Garcia sem að er örgulega ekki uppált fæti marga þú heppin að fá hann á Hvítáðskartið með þér já, nefnilega Nei, mér finnst bara ég elska líka striking og það sem að Steve Garcia gerir ógeðslega vel er bara ég hef ekki séð marga sem er betur en hann í að bara svona gauge a distance sitt með jabbinu hann bara heldur mönnum frá og meðan hann bara ógeðslega skemmtilegur striker þó svo hann sé svona unconventional skilum við, hann lítur ekki út fyrir að vera gæi sem margir myndi að horfa á og vera bara, þetta er uppáhaldsfætur minn sko. En ég sá senstu 3 hjá honum og bara eftir hvern einasta þá er ég bara, þessi gæi geðveikur hann er geðveikur, hann er svona gæi sem fer smá under the radar sko, en er skemmtilegur og þó að ég sé eitthvað svona strækir 2 uppáhaldsbardaðamennir mínir eru Renato Moicano og Fluffy Hernandez af því að þeir blanda saman glímu og striking og þegar þeir taka menn í gólfið þá fucking buffa þá eða er allan með svona mikla ákefð að klára tjóks og eitthvað þú veist, ég þoli bara ekki glímumenn sem að bara eru bara að reyna að fara auðvelda leið og ekki taka neinar áhættur og bara vinna á kontróltíma, það er hundleðilegt það náttúrulega er ekki hægt lengur núna í UFC þú þarft núna að vera að díla damage í jörðinu annars ertu bara Þannig að láta standa upp, ég er samt ógeðslega mikið á móti því. Mér finnst það eigi að leyfa þessum leiðilegu glímumönnum að vinna sinn stíl, fattari. Ég þoli ekki þegar þeir láta standa upp, bara vera þitt verkefni að standa upp sjálfur. Já, 100%. En maður kom einn punkt vandir þetta, skilur við. Að það er núna í Aljamain Sterling mot Yusuf Zalal. Sko, Aljamain Sterling er með 46 significant strikes í 5 lótubarda og Yusuf Zalal 35. Það er ekki hátala með 5 lótubarda, en með 45 significant strikes. Nei. En var ykkur skemmt á meðan þið voru að horfa hana barða? Fannst ykkur eins og væri eitthvað að gerast, var það skemmtilegu barða? Sko, já, en þú veist, ég er mjög mikil fan af svona chain wrestling. Ég fíla ekkert eitthvað jiu-jitsu það mikið, mér finnst gaman að sjá gæja chain wrestla og bara wrestlefokka gæja. Já, notabenni sko, hann er með sko 293 strikes í barðanum, skilur við. Það er output hann sko, en þetta er ekki stór strikes, skilur við, þetta er ekki eitthvað sem lætur að hoppa, skilur við. Já, þú veist, Já, allir strækin í gólfinu sé ekki talað sem significant stræks þá. Ég er bara ekki alveg viss sko, nema að kannski lendi eitthvað ekki vel, skilju. Mér varst Jitsi sem barða líka verið bara rosalega skemmtilegt. Zalal byrði ég fætin og tekur 3 mínútur hann eða eitthvað sem hann er að reyna að ná einhverju trianguli í fyrstu lótunni. Það gengur ekki og svo er það bara wrestling, skiptast á að halda bakinu og svo Aldjó hann í 4. bara meðan, bara eða alla lótuna að reyna að klára einhver jokes sko. Mér fannst það bara mjög skemmtilega fætt og skaman að sjá hvað Sterling er influensaður af með rap og þessum gaurum skilur mig svona, ég veit ekki mér fannst þetta eitthvað svo líklegt vinasamband hann í byrjun þess að núna bara meikar þetta ógeðslega mikið sens það er bara búin að hjálpa hvort þau eru ógeðslega mikið
Já, mér finnst gaman hvað hann flætti vel í 4 lótu, þú veist, hann var með baki á honum, svo reyndi hann eitthvað að snúa sér og þá fór hann í montið, svo fór hann aftur á bakið og bara svona flætti svolítið yfir honum og bara lamd hann stöðu. Já, hann talaði vist að hann ætlaði að hætta í UFC fyrir barðan. Sterling? Já. Já. Hann var bara leiður á sig og leiðilt viðmót fyrir UFC og hann var nú bara tilbúin að leggja hanskan á hilluna. Hann er alltaf búin að berjast ógeðslega lengi og einhvern veginn fær aldrei respekti sem hann hefur fengið, eins og hann sagði hérna í post-fight viðtalinu að veist, hann er búin með, ég man ekki, bara 20 barði í UFC eða eitthvað og hann er bara barist við 3 unranked gæja. Veist, hann er bara búin að berjast við ógeðslega góða gauðra og bara standa sig ógeðslega vel og hann er ekkert það langt frá því að komast inn í þennan elite hóp að vera double champ, sko. Veist, það er alveg inn í myndinu ennþá, sko. Hann einhvern veginn fær aldrei respekti sem hann á skilið, sko. Hann er allavega með það á listanum að vera double champ. Já, ég held að hann gæti alveg gert það, sko. Já. Myndið þið hérna, hann er þannig businessmaður, hann er komið með Funkmaster Rum. Sæll. Það er alveg. Já, þannig að það er að fá Funkmaster Rum bruggað í Jamaica. Já, næs. Ef að verða umbúrsaðilar og... Við þurfum að retta því hérna í stúdíu, Já. Það var gaman. Það er mjög gaman. Ég vil fá allt þetta MMA Já, ég ætla að segja, það væri gáðan ef við væri með hérna. Já, allt MMA áfengið, sko. Já. Já, á áfengið eina og- flösku af hana frá Conor. Þess að þetta er geima hana hérna. Já. Jú, ég er sammála því. Ég er sammála. Fyrir að lemja fólk sem vill ekki taka sopa. Já. Já, Gamla hún er kalla lengur svona- búin, sko. Ég er bara svona geima hann inn í vínskapnum mínum bara til sínis. Ekki manni eftir að hafa fengið að smakka þetta. Jú, Unnar kom með hana á UFC kvöld til okkar. Jú, ég ætla ekki að vera sár og fúlliti. Ég er kannski ekki að lefni á því núna. Já, það er alltaf næst. Herru, það var eitthvað dómar, menn voru eitthvað að hérna, Norma Dumont var alltaf mjög ósátt með niðurstöðuna gegn Jocelyn Edwards. Það hafa tapað þeim bara það. Hvað fannst ykkur um Jocelyn Edwards móti Norma Dumont? Mér fannst bara Edward skera meira, þú veist, að þetta var ekkert bara, hún tók hann niður, gerði ekkert með þessu. Svo bara náði það að standa upp og hún var bara lamin á fótunum og svo tók hann aftur niður og það gerðist ekki neitt. Þetta var svona, það sem ég sá bara það hann allavega hana. Það var ekki skemmtilega bara dagi. Nei. Það var... Það var samt, þú veist, það var samt alveg skemmtilegt boxing þegar það voru standandi, sko. Já, mér fannst skrítið að sko, einn dómari gaf Jocelyn Edwards alla lótunar því mér fannst Norma Dumont klálega að taka fyrstu lótu og svo snerist það svolítið við eftir það, sko. En það er kannski, þú veist, þarna Chris Lee, hann gaf Jocelyn Edwards alla lótunar og maður skilur kannski smá viðbröðu við því. Já. En Jocelyn Edwards, hún er fighter, hún er svona, þú veist, hún er tilbúin að bite down á mouthpiece og svolítið svinga og... Já, en það er sko Jocelyn Edwards statslega séð er með jafnmörg significant strike, reynir fleiri högg, það er engin sem fætt takedown en hún reynir 2 takedown sem er meira en Norma Dumont og er kredituð með 1 reversal. Ég veit Norma Dumont tók hún ekki neyri fyrstlutu. Það er ekki kreditað inn á UFC-stat. Hún var í smá stund á henni. til, guðist, ég var að horfa á bardaðan áður en þið mættu, Já. bara inn á Viaplay, bara svona breakdown. Ég veit. Það allan voru þær í jörðinni. Já, Norma Dumont var on á henni fyrstu lótu manni, sko. Já. Já, ef ég bara velti mynd fyrir mig svona hvernig þetta endaði í gólfinu ef að enginn fær takedown, skilur. Enginn fær kreditað takedown. Kannski verið búla gard eða eitthvað. Já, spurning, af því að það er skráð 3 tilraunir en ekkert secured. Eins og nonni. Elmin ef ekki bara útklátt þetta á dýnu. Ég tækið bara Jú, núna. bara eftir podcastið, bara stígu út. Það er stutt Það er æfing upp í Reykjavík en var bara klukkan 12, sko. Það er ég klukkan 12. Ég er vinnandi maður, sko. Ég er að taka mér, ok. pásu til þess að mæta í podcastið, sko. En ef þú mætur MA2 í kvöld, þá er spar. I'll dust you. Herru, ég er reyndar að fara að segja krakkan upp á Selfoss klukkan 4. Það er alltaf afsakanir. Það er þetta Interklub hverfur, núna er allt í orðin pabbi. Já. Ég skal glíma við á Interklub. Ég ætla að skláma Interklub. Glíma, bara þetta ekki berjast. Þetta er eins og boxer challenge MMA fætur. Já, ég er bara fyrir að berjast við í boxinu, sko. Já, ok. Þú ert alltaf að rakka niður glímuna mína, sko. Ég skal glíma það núna. Já. Já, ég skal. Í fötum með það nægin. Sko, ok, ef það er nægin, þá er ég sko. alveg tilbúin að sko þetta, sko. Ég var að fara bara full Greek á Interklubunni. Já. Ég og þú. Ég er fucking til. Er það ekki bara olía og litli strákar og eitthvað? Við berum bara á. Hey, wow. Núna verður podcastið í cancelað, sko. Það er ekki. Þeir eru fyrst að láta hann had rap. Ég ætla bara að fara vel yfir það ánum höldum áfram. Nonni er illa sofinn.
Já, Skulum bara- mjög illa Já. sofinn, hann myndi þetta ekki, hann fílar ekki litla stráka, Nei, fílar fullunum ég bara held að konur. vera Ég er búin að þekkja nonna lengi og þetta er alls ekki í samræmi við karakterinn sko. Nei, Það líður hann bara illa. að segja það samt sko er alveg í karakter. En hérna, já, full Greek í til. Já, Eða tyrknesk og olíuglímu ekki líka til í það? Já, svona svona slákonan Eða bara svona Nei. leðjuklíma, hvernig verður það? Já, svona Bara í murderous. bikini eða svona boratskílu. Já, einhverju tala um Bjarka. já, make it happen. Make it Ég happen. ekki svona mödd grifjun í Reykjavík. hann er svill bara að fá að sjá Heldurbúrinu, sleggjuna, sko. Já, en það væri alveg gaman sko hérna í svona tyrkneskri olíuglímu þar sem þeir eru í svona leðubuxum allir í olíu og alltaf svona fara ofan í buxtunni einmitt, Það er einmitt. stór furðuleg íþrótt sko. Þegar þeir prumpa þá blístar þeir, sko. Já, það er eitthvað slæmt sko. Herri, já, en er ekki gaman maður í hátinu, tökum glímu. Já, núna? Já, já. Já, minna, já. Já, menna það. Ég fekk hérna. Ég var að tala um vindaglöfi, sko. Já, ætlum þú að vera með á eintöklubinu? Já, maður. Já, en þeir stókar, eintöklubið. Já, það var ekki að gera það. Það kemur Það þarf bara að glíma, það þarf ekki að taka maður. Nei, ég er best líka. Já, Ég er best líka. næs. Það byggjum við snónin 2 á eintaklubinu eða? Já, þú þorir. Hvað er það Var eftir það hvað ekki- er við level 2 eða? Ég veit það ekki, ég bara veit það ekki. Er hjartaaugisflokkur, eða? Já, Já, svona gamlingja flokkur. er Masters 1. 50 plus. Já. Ég er náttúrulega, já. Það er spurning sko, ég er náttúrulega ekkert að æfa skilur eitthvað striking og MR. Ég ætla að vera að segja að vera ekkert að æfa. Gamli er búin að vera glímar út um allan heim, sko. Það er ég sem er eiginlega ekkert búin að vera að æfa maður. En já, Nonni, þú náttúrulega dökkaði með þarna á síðasta eintaklubi. Við ætluðum að berjast og svo varst þú bara nei. Quack. Sko, hey, stop the nonni hate, maður. Þú grát baðist að berjast ekki. Mér langaði í eintöklubinu. Nei, ég var bara tilbúin, ég var búin að berjast 2 barda og vildi fá þig eftir það og þú varst bara, nei, ég er bara góður. Þú fer ekki að breyta sögun núna. Ég veit ekki á hvaða eiturlífum þú varst sko. Mér líður eins og mamma og pappi sé að rífast. Hérna, herðu, Kitty var að sjá um þetta mót. Já. Við skulum bara heyra í Kitta að hann man vel eftir því að þegar þú kemur græniti til hans og biður hérna, þessi barndagi sé ekki. Nei, ég vildi bara fá að berjast einhvern annan fyrst. Svo vildi ég berjast við þig. Þannig ég tók 2 barda og langaði að berjast við þig 3. En þú varst bara góð. Þá er ég bara búinn, skilur. Þá er ég bara búinn að hafa kílum í linsurnar og ég er bara búinn, skilur. Já, þú vildir ekki Já, þú vildi mæta mér linsulaus. Nei, ég meina, sett Ég ætla bara að í mæta linsur, það bara með -6 í sjón og bara mæta þér í búrinu. Ég bara setti þig í linsur. Ég var ekkert með auka par á linsum. Já, við erum bara komið undirbúin. Já, það bara gerir svo Tjörnsólu vera. Bara sjá þrefald og kýla manni í miðinni. Já, Ég meina, sjá þref. mjadminn er alltaf á sama stað, sko. Já, það veist bara, já. En það er eitthvað. Ekki þetta sagan sem þú segir út í bæ. Ég hefði dökkað þig á eintöklubinu. Það var bara nákvæmlega þig. Ég er enda búin að heyra þessu sögur nokksum, sko. Ha? Já, það er allir sem tala um nonna sem alveg er rosalegt, það. Já. Sess að ég og Biggie. Það er rosalega fyndið. Herru, hérna, okkar maður Rafa Garcia buffaði Alexander Hernandez. Já, herru, ég var með þennan á parlay. Parlayið mitt gekk upp fyrir utan þennan. Ekki tókstu Alexander Hernandez? Tók Alexander Hernandez. Alexander Hernandez var auðvitað Á góður rönni, Spilaði, sko. Já, hann var góður rönni. góður rönni. Og ég hafði trú á hann, sko. En menn er að tala um, sko, hann er búin að rannsaka fyrir eitthvað fight fixing og eitthvað. Það er ennum bara það, sko. Já. Það Þannig er að- hitt undir hún, sko. Þannig að ég var bara, þú veist, ég vaknaði þarna daginn eftir og bara, hvernig fór parlayið mitt, þú veist, þegar ég horfði fyrst á Aljamain Sterling bara þann, þú veist, ég vil ekki spoila það. Og þegar Aljamain Sterling og underdoginn með Cardinal bara að vinna, ég bara svo, vá, hvað þetta bet lendi inn að þér og fór að tjekka bara, engin peningurinn á kulbaðdrengingum mínum. Og þá hefði þetta feilað, sko. Og ég fór á svo á Instagram og bara fyrsta vídeo sem ég sá var bara eitthvað, einhverja saga Hernandez að throw the fight, sko. Já. Það er svona, sko, ef við fyrir með statsin, sko, hann er alltaf svona aðeins að performa aðeins betur en ansækjandi sín, skilju. Þú veist, Rafa Garcia gerir 10 significant strikes, Alexander Hernandez gerir 8. Annar lótu 20 á móti 18. Þriði lótu 29 á móti 24. Hann er alltaf svona aðeins Þetta hljóma hann er bara, að, alveg frekar. þú veist, hann er svona aðeins undir, skilju. Það er eins og bara, þú veist, hann er kildur og svona, ég kill með eins og en þá gerir eitt tilbaka, eitthvað svona, þú veist. Já, Eins og sé bara svona aðeins að klapsa tilbaka. einmitt. Og hérna, þú veist, og lætur bara taka sér niður og einhvern veginn bara er að performa bara aðeins verð heldur er allir anstæðingandi sín sem að er virkilega áhugaverð, sko, en ég held að hann tapar öllum
lótunum Já, það er einn dómari sem gefur Garcia alla lótunar En það er eitthvað verið að rannsaka hann fyrir matchfixing Já, einmitt. Coolbet, ég vil fá pengið minn tilbaka. Já, Coolbet vill örgulega líka að fá eitthvað niðurstöðu í þetta mál sko. En það er áhuga sko, en þetta er svona Garcia getur náttúrulega farið eitthvað sko, en ég held að hérna Alexander Hernandez ekki farað neitt sko, hann er fara bara út úr UFC ef eitthvað er sko. Já, ef þetta kemur í ljósa hans að fixa fight sko. Já. En já, mér fannst einmitt eins og þú veist, já, hann var bara einhvern veginn að kýla eitt högg tilbaka, það var búið að lenda einu högg í honum, hann var aldrei einhvern veginn tilbúin að, þú veist, keyra hans að stað, þó að einhvern veginn, mann fannst eins og, maður fannst eins og, þú veist, Garcia var ekkert að gera það mikið, en hann var samt einhvern veginn að bíða eftir honum til að reyna að countera það, í staðin fyrir að bara, veist, fara á mót honum og gera eitthvað, sko. Þannig maður hefur alveg séð hann gera það, maður hefur alveg séð Hernandez stundum bara stíga á bensinkjöfuna og bara sveifla og, þú veist, og gera alls konar góða hluti og þú veist, maður veit hann er góður, sko. Já, hann var líka uppnáðlega wrestler, sko. Hann ná ekki að skoti í klúður og þeirra að því. Já, nákvæmlega, hann er bara mjög, þú veist, bara well-rounded fighter. Ég bara var eiginlega alveg sem að hann myndi taka hann að fæta, sko. Já, maður sé góð að fæta hjá Hernandez, sko. Já, en það var ekki hann á. Hljóma, bara það varst að lesa upp, hver lota hann var undir. Já, bara svona slæm. Hljóma, já, bara aðeins, 2 höggum undir í hverju lota. Hljómar ekkert rosa vel, sko. Herri, en það er bara, eins og það kemur kannski eitthvað í þessum match-fixing máli. En Fight of the Night þetta kvöld var Davy Grant á móti Adrian Luna Martinetti. Martinetti var að debúa í UFC eða ekki? Jú. Er ég röglega? Nei, rétt þér. Nei, það er rétt í mér. En hann var svona ekki alveg vandanum maxinn, sko. Kannski bara momentið of stórt. Eins og gengur að gerist. Þetta var hans annar sigur á ferlinum. Stundum er momentið bara of stórt þegar menn koma í UFC. En guð mig góður hvað þú vilt ekki kickboxa á móti Davy Grant og leifa honum bara að malla á sínu peysi og bara leifa honum bara að skemmta sér sko. Alvöru reynsla sko. Já, fucking, hann er alvöru hundur sko. Ég elska Grant. Já, það er alltaf gaman að horfa á hann sko. En ég bara svona er þetta ekki reynsluleysi hjá Martinetti að leifa honum bara að malla og gera sinni leik? Þegar Martinetti skýtur í fellu svona, þú veist, í doppelleg það er 1 mínúta eftir 3 lótu og þá sér mann svona að Grant hún líður ekkert rosalega vel sko. Hún finnst leiðilegt að þetta sé eitthvað svona að það sé verið að stokka þessu upp og eitthvað, hún finnst þetta ekkert gaman sko. Ég menn hann spilaði náttúrulega bara upp í hendunar og Grant allan fætin Einmitt, þá var hann ekki að fá eitthvað corner advice eitthvað svona herrið Jú, að gera það jú, já, verður svo leið sko. Já, þetta er svona eins og Coach Connors þegar hann skýta bara bara, já, gaur, þú stendur frábærlega, gera bara nákvæmlega sem þú ert að gera núna sko. Já, Kavanaghin Já, hann hefur komið með skrítin corner advice John Kavanagh sérstaklega með Johnny Walker þar sem hann er bara looking good Johnny Walker bara tapar 2 lótum hérna það er mjög skrítið Það er svolítið svona yes man vibes Já. Það er kannski ekki það er ekki beint það sem hann er að leitast eftir Nei En þeir sem fá gerist. 100.000 $100,000 núna í bónus Já. sem að Davy Grant og Martinetti fá í 100k já Þú vil vera í til í hérna bónus maður Já, ég er bara að býða Já, hvernig Ég er bara að býða til síndalinu Já, frá þeirra bara, herri Sign a contract Sign a contract, big boy. Þannig að þú vilt fá kontraktin ekki bónusin ætlar að vinna þér innan Ég var til að byrja á kontraktinu Guðan og bara Dana White, if you're listening I'm not ready but I'll be there Ég veit meina og sér tilbúin sko. Ég elska interklubbardaðin í Manchester Fyrri? Já, þegar þú mættir ykkur í Unity og ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en ég man bara við fórst inn í búrið og ég var bara Godspeed Hannes og ég var svo stressaði fyrir þína hönd og svo tókstu svo gott reversal þú lendur undir og eitthvað, þetta var svo bara til þess að fullkomna söguna þannig að var ég búin að æfa í 6 mánuði Já, þú smothertjóka Hannes Ég level 1 Móðismillega og þessi gæði var blábeltingur í jitsi bara maður sem er búin að æfa tölur lengur en ég Já, ég var skítrættur já, ég var ekki búin að mæta á eina sparræfingu það aldrei mætti spar Okay. og hafði í rauninni aldrei verið kýldur í andliti þannig ég var bara please
allt annað en að kýla mig í andliti. Nei, ég með hann að fæti símanum mér. Ég held að þú hefði tekið hann upp líka, eða Gitti eða einhver. Getur verið. Ef ég horfa á hann í dag, þá er ég bara, hvað er að gerast? Jú, ég tók 4 cage flip í fætur. Þá hérna, bara eftir svona 20 sekundur, þá var hann eitthvað að reyna að kýla mig og ég lukst svona einhvern veginn bara bauð hann á löpunum mér til að taka mig niður. Sem hann gerði og þá vorum við bara í gólfinu og þá var ég alveg að hérna og ég heim. Vissi ekki neitt þar heldur, var búin að nýkomna slímannámskeiðinu samt. En hérna, jú, hann alveg í lokin á seinilóðinu, þá næði ég góðu cage flipi og eftir cage flipi endaði ég bara í full mount. Ég var bara, hvað er eina submission sem ég kann? Mother's milk, baby. Þannig ég fer sko með báðar hendur undir hausinn á honum og sitt bara allan þungan á og hann er bara eins og fiskur á vatni sko. Hann er bara sprikla sko. Hann er bara sprikla og þannig vantaði aðeins við bara einslega sko. Svo er hann að reyna að svona rúlla með rassir. Ég hef náttúrulega bara átt að posta og halda í hann en ég gerði það ekki sko. Ég var bara ég er að fara að klára hann Með tóttunum mínum En hann sneri sem mér af sér og ég náði einu cage flipi viðbót eftir það sko. Svo bara endaði bara daginn. Það var hetjuleg framist. Já, takk fyrir það. Það er ekki kveikt á chatinu, ég var að fá notification. Er ekki kveikt á chat? Nú. Það er bara ekki rétt, það er bara chat í það. Það er náttúrulega að vera subscribe í meir en 5 mínútur. Já, Það geta chatta sko. já, það er líklega það. Það voru erfiða 5 mínútur fyrir mig að bíða þarna. Ég voru í Danmörku að hlusta þáttinn. Já, ég tók 5 mínútur líka. Það sem ég ætla að segja eitthvað ógeðslega fyndið við chatti. Svo bara þarftu að vera subscribe í meir en 5 mínútur. Já, geðvikt. Þið löngu komin af toppíkinu sko. Sko, ég var að veikuna það, þegar ég fekk nýjan síma, ég misti svona 90% númerunum mínum, þannig ég er ekki alveg viss hver er að senda mér þetta, en ég held að þetta sé á homeboy úr UFC-spjallinu, Benny Vaff, algjört legend sko. Love that guy, hann er með UFC náðis líka, húsvíkingur. Já, maður er að tala með, hvernig fannst þú Jocelyn Edwards? Bara svona lala. Það var engin sérstök hot takes í kringum Jocelyn Edwards bara dagar. Nei. En hún var bara flott. Já, bara svona, þú veist. Slöggur. Já, bara, þú veist, ekki til að vera eitthvað ósáttur yfir og eitthvað. Stött sem voru vissilega skrítin, skilur, ekki ef það engin færi credit að takedown. En, það bara, is what it is, sko. Hérna, hvert voru við komnir? Ég er alveg búin að týna þræðinu. Sko, við vorum eitthvað aðeins búin að tala í einhver fáralegri röð, sko, Jocelyn Edwards, Hernandez Við erum eiginlega bara í réttir röð. Við tókum David Grant, listan, sko. Hernandez, Edwards. Hvað meinar? Við hoppuðum yfir Barcelos. Það finnst mér að vera svolítið skemmtilegur gaur, sko. Nei, við fórum ekkert yfir Barcelos, hann er bara næstu listanum. Nei. Já, við fórum bara niður frá meinum eftir. Já. Það eru allir bara, já, við erum... Nei, Hvað meinið þið? Tókum David Grant. Já, við vorum að tala um David Grant. Tókum Hernandez. Tókum svo Edwards. Þú er bara með eitthvað aðstæðanlega lista, ég er bara inn á Tapology, ég fer bara niður listan, skilur. Já, það er kannski rétt. Sorry maður. Þetta var bara segmenti mitt inn í Barcelos. Já. Við þurfum bara að segja stíðan út fyrir. Elli er bara að fá alltaf það slást í morgun, sko. Ég er bara I like blood. Ég er rosalega illa svoðin, sko. Choose violence. Game 2 í gær í hérna handbolta finals playoffs. Já. Ég er að vinna í Kaplakrika. Ég aldrei á æfum minni sé eins mikið konfetti og í gær, sko. Já, ok. Ég var til 1 að þrýfa salin, sko. Það er svo leiðilegt að þrýfa konfetti. Já, ég veit það. Það bara fer ekki af. Nei, það er bara... Ég fór á ryksugavélinni og svo á skúringavélinni og það bara breytti engu, sko. Nei, konfetti er bara konfetti. Ég fæ bara svona Vietnam flashbacks þegar ég heyri þetta hljóð, sko. Já. Herru, Ronnie Barcelos á móti Montel Jackson. Montel Jackson byrjaði rosalega vel. Ég held að þetta væri 2-0 Montel. Komandi inn í þrið. Já, ok. En þið? Nei, mér finnst Barcelos taka 2-3, sko. Já, ég hérna fíla Barcelos. Hann er svolítið, hann átti að vera svona klassist, svona
Fed to the Wolves típa sko svo tekur hann núli af Peyton Talbot Já, bara það bara það sem ég var aldrei að búast við að færi þannig sko nei mitt og bara, mér finnst það bara búin að held flotti sko Já, hann er Hann er að maksa já, hann er að maxa Þetta hljómaði þetta eitthvað svo rangt frá mér eða ekki? Nei, ég fíla ég fíla Gera það, þú ert of gamm nei ekki meira sko Elli vil alltaf bara gera það fíblið sko ég vil eiginlega bara nota þetta fyrir fleiri hluti sko. Já, mitt ég er að ísmaxa Já, farið út og fáður ís já, lísimaxa farið lísi á mánar já, ok Ég ætla að reyna að byrja á þessu Er ég að monster maxa eins og er? þú ert að monster maxa núna eða þú ert samt ekki maxan þú er eiginlega Ég var að súkkulaði búðingsmaksa í gær Vilko Það hljóma bara eins og þú er sogi svartan mann hann var vissulega að því líka Ég stegi á viktinu í gær og fattaði bara, heyrðu, ég er svo léttur Mér langar að vera svolítið weightbully mútið Ella Þannig að ég bara, heyrðu, það er bara chocolate protein pudding í kvöld og mig Hvað ætti að vera þungið þegar þeir? Við erum welterweight 77 kíló 77, það er 77,6 er þá, þú veist, hérna, limited með allowance Þannig að ég stegi á viktinu í gær, ég hugsaði að ég er svona 81 Ég var að vona að ég var ekki svona 82-3 eftir að vera út í Danmörku bara að borða pulsur og fyrir það var ég veikur, ég var ekki búin að mæta æfingu 2 vikur eða eitthvað Svo bara stegi á viktinu eftir æfingu í gær og ég var bara 77,1 Ég bara, heyrðu, ég get alveg bætt á mig slatta, sko Svo vil ég taka smá cut og vera smá weightbully, sko Já, ég bara get lofaði því það er ekkert verið að frá bulli að mér sko þú veist, ég keppi núna á senastu laugardag sem á í tæmóti í 77 kílóum þú ert ekki tilbúin í þetta sko I got the speed I got the reach Já, heldur þú sett með rítsi á mig? Já Þú varst stærri en ég einhvern veginn þegar við tókum face-off og svona, nei, hann er svo stór Ég held ég væri stærri, sko Ég var, fuck Herru, ég tók svona face-off við Heiðar daginn Akkur postuðu þið ekki? Við þurfum bara, ég þarf aðeins eitthvað myndir, það var ítla teknar En hérna, hvað tók það? Bjarki Redd En hérna, Heiðar kom svo nálagt Ég held sem á tíma hann alltaf bara að kissa mig Hljómar sér Heiðar ég var að býða eftir að Biggi myndi kissa mig sko lauginum á mig Það var mjög skuti En við þurfum aðeins að hérna, klára að fara yfir þetta kart Já Mjög þjált og erfitt eitthvað En Ronald Barcelos split decision ég held að einhvern hafi sagt Montel Jackson en split-lótan er í rauninni önnlótan þar sem að Montel Jackson kýli Barcelos meira striking en Barcelos nær einni fellu Split-lótan er þriðalótan Saldi Amato á eilum gaf Montel Jackson þriðalóti En það split-lótan Já. að það er tölfræðilega séð þannig að halda að það væri önnulótan væri í rauninni split-lótan sko. Já, það var mín tilfinning líka sko Þannig að hérna, Saldi Amato, hann hefur verið stroking the furry wall Já. En einu sinni Það er eitthvað ótrúlegt hvað þessi dómar geta verið að miklum eiturljúfum já, sáu ekki hérna hvað það senast helgi hérna á GD-gardinu hvað fætt var það þér? Já, Chris Padilla með Deros Já, sem að kynntur sigurverður og svo var þetta jafntefli já, Padilla Já. hendi fyrir upp Já, svo bara svona 3 fætum seinna eða eitthvað, þá bara eitthvað við ætlum að leiðir þetta hérna, þá fara aftur yfir þetta og þetta er dró einmitt ég var bara Já, einmitt Og það var líka, þú veist, það voru einhver fleiri skrýtni dómar Það var einhver, ég sá einhvern á Instagram sem tala bara robbery of the year og eitthvað ég er á alltaf ekki búin að prílimskartinu jafna mig eftir þetta main event og því karti sko ég er ennþá svo sár Út af Jiri Já ég er náttúrulega sárið yfir hérna Wonderboy fætnum sem var fyrra mér ekki því, þegar hann fær hérna köttið sköflangin og gæinn byrjar bara næsta fæt að stinga tánni inn í það sko Það, já Gauðir en svo fær Wonderboy bara þar og ég var bara horfði á þetta, ég var bara vissum að hann væri búin að sækja sigur sko Já, ég man ekki alveg þessu Já, ég elska Wonderboy sko ég myndi segja svona top 3 svona bardamennir mínir það er fyrst að þetta Dan Henderson H-Bomb, alltaf svo kemur sko Wonderboy bara þetta hann er nicest motherfucker alive ég fyndi með mann sem að fílar ekki Wonderboy ég skal benda hann og lega hann sko já, ég ætla að vera að kalla mig liður já, og svo myndi ég bara að segja Islam sko
viti, ég skal segja ykkur eitt Ella Mm. Elli þolir ekki Topuria Nei Elli hefur verið á þessum hól síðan ég kynntist honum Sko, þolir ekki Topuria, skemmtilegasti bóksin í UFC sko, ok, við skulum leiða þetta aðeins Ég hata hann fyrst En hann growing on me Slowly but surely En mér langar samt að sjá einhvern flatlæna sko. Mér langar að sjá hann slefandi á Ain't gonna kanvasinu bara kortir í dá sko. Enga- En svo langar mér að sjá hann halda áfram að vinna sko. Já, ég eiginlega sammála hann. En þú veist, það bara, þú veist geð gaman að horfa á hann, geð flottu stíl En þú veist, það gaman þangað til hann að berjast við Þú veist, Max Holloway, Charles Oliveira, Volkanovski Þú veist, menn please að hætta að rota alla uppáhaldskæðina mína sem eru aktiv Please Það er mjög satt sko. knocking out everyone's favorite fighter bara. Já, þú veist, bara En ég væri til að geð sjá hann flott bara slefandi á kanvasinum og maður væri bara, oh my goodness. Mér langar nefnilega að sjá hann og Arman Já. að ég held hann Ilja flatlæni Arman og mér langar líka að sjá hann og Islam Já. Ég held því sem að bara þá verður Islam verður örgulega stuðlaður sko. Ég trúi því En ég held að bara takedown defense hans Ilja sé það gott og Islam má ekki breyki hann standandi held ég sko. En þá þannig alltaf bara, þú veist, þú búið að fara ennþá herra fyrst að Íslam fann upp í veltuveit. Já, Já, því að þú veist, já. Islam Þá búin gerir að hann segja Þú veist, líka það, Islam sagði já við White House kartfætinu allan hann búin að segja, Topuria sagði nei út af því að þeir gátt ekki bóðin og mikið pening En, skilnilega já, en samt ekki, þetta bardagi sem hann búin að vera að tala skítum og biðja geðt lengi þá á peningurinn ekki að skipta það miklu máli jú, sure, þú veist, þú átt að biðja þitt præsfattaru en þegar það búið þig $15 million fyrir bardagi sem að þú ert að biðja og þú segir nei af því að $15 million er ekki nóg ef að ræða hvað $15 million er mikill fucking peningur eða Já, en þú veist, ef þú séð hvað boxar er að taka fyrir... já, en þú veist, Dana White ekki yfir bóksinu, sko Nei. hann er John Jones hafnaði $30 million Já, það líka bara John Jones, hann vildi ekki berjast við Thomas Spinall það var ekki peningurinn, sko, það var bara Thomas Spinall Kassi Já, hann vildi ekki fórna leggja síðan sinni. Nei. Heldur betur. Herru, fengum ekki mikið af rótökum á þessu mengardi, en fengum eitt. Já, það var þetta flott Flott. Já. Ryan Spann rótaði Marcus Buchecha. Sáu þið það koma? Já, nei, þú veist, maður veit aldrei hvað Ryan Spann mæti til leiks. Stundum hann bara geggjaður og stundum bara sökkar hann. Þú veist, það bara, maður veit aldrei hvað kemur frá þessum gæja. Það eins og stundum taka en kamp og stundum síðan bara winging it. Já. En þarna var hann sko, hann þurfti náttúrulega kötta niður í heavyweight, skilu. Hann má fucking þungur, sko. Já. Þú veist. Hann var náttúrulega var í light heavyweight. Hann var light heavyweight, sko. En núna er hann bara stór heavyweight, sko. Já, einmitt. En sko, Marcus Buchecha of mikill pjúra jitsari til þess að eiga heima í MMA. Já. Þú veist, með þess bara komu svona að sem að Ryan Spann var að hóta einhverjum gíotínum og Marcus Buchecha bara gatorrólaði á gólfið og gaf bara bottstöðu. Hann bara gatorroll og maður bara, hvað er þetta að gera? Farin. Bara þú ert í MMA-barta, skilur. Já, ég veit Þetta var alveg bara svona, það var alveg vandræðilegt að horfa á hann, skilur, panika yfir einhverjum. Það bara vantaði mikið upp á hjá hann Já, alveg rosalega. Þannig að ég held að því miður að þessi Marcus Buchecha sem að, já, menn voru mjög spenntir yfir, hann nú ekki fara að gera mikið. Það bara ADCC Já, hann örugglega bara góður á ADCC. Veð ekki? Jú, ég segi það Búin að tapa núna 2 inn í UFC, allt strækjarar. En þú veist, hann bara ekki nógu góður já, hann bara ekki nógu góður til þess að Bara mæta vantar upp á. góðum strækjurum og Já, bara nákvæmlega já, hún finnst ekki gott að það kills andlið, hann ekki með Nei. höku og bara ekki með svona MMA knowledge. En sko, svo samt líka svolítið erfitt að segja að hann ekki með höku þegar maður að tala um heavyweight fightera út af því að þú veist jab getur róta mann þar þetta er unreal power Já, En já, þú veist, hann það gamall með það litla MMA reynslu, þú veist. Já, hann var ekki heim í MMA, sko ég veit því ekkert nei, ég veit. Herru, þá ætlum ég að segja að við erum búin að gera upp þetta kart. Það var mjög erfitt að gera upp þetta kart með ykkur strákar. Það var mikið ADHD í stúdíónu. Alveg eiginlega bara kannski svona 4 of mikið sko Já, líka bara allir ósofnir og nývakna Já, eru þið líka á vökunni?
Ég held að Biggi sjókislega góð sko. Biggi er góð sko. En það er fyrir mér klukkan 8 sko. Fyrir utan Bigga fyrir restin bara. Ég er Nei, náttúrulega líka- bara vaknaði 7 ég er bara til þess að vera mættur réttum tíma maður og svo er ég bara mættur undan öllu og hafa mér þessi tíma til þess að horfa bara á mainkartið sko. Nei, líka ég fekk bara Biggi sendir á mér núna daginn bara blessaður, viltu koma í podcasti núna á þriðjudaginn? Ég bara já svo bara ætlum að byrja svolítið snemma getur nokkuð komið klukkan 8 vissi alveg að ég var að fara að vera til svona 1 upp í vinnu kvöldin og undan sko. Já, þetta er tjóðis bara smaður. Herru, hérna... Hvað gerir maður ekki fyrir ykkur? Já, það er sem að, í alvörinni, maður getur alltaf kallað inn góða menn, sko. Já. Hérna, þú varst á boxmótunum helginni, Biggi. Hvernig, getur þú sagt mér eitthvað frá því? Herru, já, ég náði nú ekki vera á því öllu, sko, en ég náði nokkrum börnum. Þetta var náttúrulega að hugsa sem svolítið svona byrjandamót og hérna, það voru kannski ekki svona stærstu nöfnin, það var ekkert eitthvað Nóla móti Viktor eða eitthvað þannig. Nei. En það var hérna The Return af Björn Jónatani Björnsinni. Já, Hann var snúið tilbaka eftir 11 mánuði. eftir 11 mánuði, ég fekk heilaristning og er búinn að eiga hérna svolítið, erfiða tíma síðan þá. Og hann kom tilbaka og á móti Arnari Jaka og ég var mjög spenntur svona fyrirfram fyrir þeim fætt. Þetta var svona ekki alveg fættin sem að ég átti von á. Ég átti von á svona aðeins með teknilega frá þeim sko. En samt bara gaman að sjá Björn Jónatan aftur langt síðan að hann hefur barist og gott að sjá hann komið tilbaka. Hann er að fara út svo núna til Noregs einhvern tímann bráðum á okkar mót og það er bara fulla ferð áfram. Okay. Og hérna, já, svo var, þú veist, það voru einhverjir skemmtilegir hérna bardagi, þú veist, Reykjavík MMA móti Mjölni, svona 2 MMA-strákar að keppa í boxi. Já. Karles og mann ekki hvað hinn hitt frá Reykjavík MMA. En það var svona, það var gaman að sjá svona nokkur ný andlit, en það voru alveg hellinga að bardagum og ég náði þeim ekki öllum, sko. Svo voru líka bara einhverja sparviðuregnir eins og hérna Tristan Stiff og Hilmar Þórðarsson, þeir spörruðu saman þarna bara meðan var hlé. Ég hafði mjög gaman að fylgjast með þeim, sko. Það var svolítið góð mæting og góð Það stemming. var rosa góð mæting og góð stemming, sko. Já, Og hérna, ég ætla að frétta því. já, bara það kom mér á óvart, þetta var bara svona byrjandamót og þú veist, ekkert eitthvað svona Íslandsmeistaramót eða mikið í húfi, en ég mætti hann inn og bara fucking læti og bara ógeðslega mikið af fólki. Já, ég sá myndir af þessu sko. Já, Leit út bara frábær stemning sko. já. Ég var, já, eða klikkað. Já, og já, það var hérna hérna Góvand Seravan hann er vinnur ykkar upp í, já, er hann í MMA? Nei, hann er í bóksinu. Hann er bara í boxi? Já. Ok. Hann var á móti hérna, Hann er líka þekktur á TikTok. hann þekktur á TikTok Já, Já, sem ok. múslimi smakkar. sem muslims. Múslimi smakkar. Já, ok. TikTok sér já, þetta er... Ok. Já, það var skemmtileg fætt hjá honum og Faisal frá Mjölni og svo var hérna já, Karles á móti Brynjar Kristinssoni. Brynjar Kristinsson, hann er í MMA. Já. Já, það er bara búið rosalega mikið af bara nýjum gæjum upp í Reykjavík alveg... Er þetta hérna ljósistrákur? Man ekki alveg. Nei, það er Sölvi. Já, ok. Sölvi hérna, byrju, Ég er nei, hann var ekki ekki. Ég er alveg róttalega lélega með nöfn Já. Ég líka, sko, Ég er frábær með andlit, sko, mjög góð með andlit en bara sumir af mínum nánustu mönnum hann upp í Reykjavík gamma, veit ég ekki eins og hvað heiti sko. Alltaf bara sagt alltaf kallað á bara blessaður sko. Bless Ég var ánægð með hvað voru margir mitt frá hérna Reykjavík MMA með að þú skeið fer af því þeir hafa kannski svona undanfarið ekki verið með alveg nóg sterkt svona presence á boxmótunum en þarna voru bara, mér fannst eins og bara þeir voru í bara liggu við hvernig mennast að fætt sko. Já, Var vorum ekki- við 7. Var ekki Já. Ari Býring, Rauðaljóni? Jú, rar og mættir í hóndið þannig. Hann var að kona þess að stóka. Þetta var nefnilega erfitt og held ég hérna, það var svo mikið að gerast á Já. þessum degi, skil. Það var bara boxmót og það var glímumót og Já, bara alltaf gerast sko. Einmitt. það var, já, það var lúsalegt. En Ari var með hérna, hann sá GFR stóka. Já, einmitt. Hvað er þetta marga viðregnir sem voru þarna? 6, 12 viðregnir, 14.
Já, 13-14 viðurinn, sko. Það var alveg mikið, sko. Ég náði ekki nema einhverjum, ég var mikið að gera í hinni vinnunum minni. Já, en það var sko byrjandamót. Já. Þannig að þú veist, þetta eru allt bara strákar, kannski bara að taka sín fyrstu skref og þá eru svo margir sem mæta í salin að þrylla og peppa þá sem að taka fyrstu skrefin og þú veist, þetta verður smá svona sluggerbox. Já. Þetta var skemmtilegt, það var allt sem ég sá á þessu móti, það var mjög geggjað. Og líka svona, þú veist, það voru mjög margir með svona stæla, þú veist, menn voru svona að stinga tungunni út og voru eitthvað svona, þú veist, dómar og svona, heyrðu, berðu virðingu fyrir anstæðingunum, það var alveg svona, það var dólgur í mönnum, sko. Það var svona, mönnum fannst gaman að vera að koma að keppi fyrst skipti, sko. Klassist, byrjandamót, sko. Já, það var bara, einmitt, það var svona dólgur, sko. Menn glata þessu stundum, sko. Já, en ég veit líka, sko, að einhver voru ósattu við dómgæsluna, sko, en að þetta er byrjandamót og það voru einhver þessir ringdómar að taka sem fyrstu skref, sko. Já, Davíð, vinnur ykkar í Reykjavík, hann var, ég held að þetta hafi verið fyrst skipti sem hann er ringdómari. Já, ég held það. Og hann var einmitt að dæma þarna Björn Jónatan á móti Arnari Jaka og sko Björn svolítið hrindir Arnari, svona smá judo-feelingur í því, sko, og ég veit að Kjarri var alveg brjálaður, sko, og þú veist, og vildi alveg meina að þetta ætti bara að vera DQ af því að þú veist, hann kastar honum í gólfið í lokinu inn í lótinu og þú veist, alveg nokkru sinnum sem að því náttúrulega Arnar Jaki náttúrulega bara veður áfram og og svona, þú veist, þá endar þetta svolítið clinch og hann er að reyna, þú veist, bara íta honum frá sér og þetta, hann kannski gekk Björn Jónsson aðeins og langt í þessu, náttúrulega líka bara ringröst í byrni og kannski svona, þú veist, smá óþægilegur á það, þú veist, maður hefur séð meira bara svona smooth og tæknilegan áður en ég held að Arnar Jaki hafi svolítið náða platan í svolítið vilt exchanges í þessum fight, sko, og hann sagði mitt að þú veist, það var ekki gameplanið að boksa á þennan hátt, sko. Nei. Og gerði sig kannski segan hann einhver smá brot sem að allan þá var Kjarri þjálfarnas Arnar Jaki, hann var alls ekki sáttur, sko. Nei, það kom einhver póstur, það kom einhver lítil melding. Já, einmitt. Já, hann takkaði hann hefileika sambandið að þetta hefði að vera bara DQ og eitthvað. Já, akkurat. Sem ég skil hann alveg að vera ósáttur af því það hefur alveg gerst í boxi að þegar mennum að kasta svona að menn hafa dottið bara hálsbrotnað, sko. Já, stórhælt. Já, það er ekki gerst. Herru, það var líka Mjölnir Open helgina. Já. Og ég ætla aðeins að lesa úrslitin, en karlar plus 99 kg, Július Bernstorff tekur gullið. Sigraði Diogo Valencia svolítið gaman að sjá Július MMA-kappa taka hans til í gríminu sinni karlar mínus 99 kg það er Egil Blöndal frá Selfossi og Berserkskum BJJ hann sigraði Martin Quinn frá Mjölni í úrslitaglíminu í karlar mínus 88 kg er það Breki Harðarsson the legend Nautabaninn Já, við ætlum að kalla hann Nautabaninn eftir hann soppaði Egil Blöndal á Reykjavík Open. Já. Þannig hann er Nautabaninn. Það er Nautabaninn. Breki Harðarsson, sigraði Kristján Einarsson frá Mjölni. Bjöggi Soppaði Bjöggi ekki svartbelti á þessu móti? Eða hann vann allavega svartbelti. Ég man ekki hvort það soppaði hann eða ekki. En það var einhver vinnur sem postaði bara Björgvin að annarkvort vinna eða soppa svartbelting. Já, það getur verið. Ég man ekki alveg hvað það er, en ég get flettið upp. Herru, karlar mínus 77 kg, það er Stefán Fannar sem að sigraði Vítali Korsjak frá Reykjavík MMA. Og einhverja fleiri. Fór illa með einhverja miðaldra skallata menn. Já, það var ræðið það eitthvað. Býtu, hver var það aftur? Það var Mr. Duck. Já. Ég sem þetta fekk walkover sigur í fyrstu glíminu minni og fekk það bara Stefán Fannar í round 2. Og þegar þú fattaði bara eitthvað, næsti fight Stefán Fannar og Jón Kristófer, hver er þín fyrsta hugsun bara? Mín fyrsta hugsun er að fara inn og gera sitt besta og maður glímir ekki öðru sig þó maður vita maður sé að fara að tapa. Það er það sem maður hugsar. Það varst ekkert bara svona náttúrulega aldrei að fara inn í neitt fight og halda á sig að fara að tapa. Ég vil sjá aðeins meira frá hann. Já, Hannes minn, sko, þú þekkir samt. Þú veist hvernig við erum að tala um. Já, ég veit alveg hver þetta er. Já. Á því að trúa því að vera að fara að vinna. Þetta er svona eins og þú myndir stígin í búri með aðeins. Þú ert reglulega að söppa mig, skilur mig. Og ég tap ekki fyrir neinur. Child sonning over here. Já, þú er það þjálfari, þú þekkir þetta, þú kannst að peppa liðið. Já, ég er svona svolítið einmitt svona eins og svona markþjálfari. Það er ekki komið að. Einmitt. Ég fæ ekki þjálfur mikið meina það. Nei. En farið það að þjálfa markið?
Já. En hérna Rífmenn upp. Já, Spurðu hvert sem er. já. Nei, þú veist, ég finn bara, ég upprifin hérna. Já. En þetta var hérna áhugavert, hann smöðurtjókaði mig aftur. Hann kláraði mig með smöðurtjóki á Reykjavík Open. Já, hann hefði fengið annarkvæmt hann eða Vítali. Og það 2 fættarnir sem voru eftir fyrir þig. Já, í rauninni. Sko, ég endaði á mjög leiðilegu stað í brakketinu, sko. Þetta var einhvern veginn bara, þú veist, hvort til Stefán eða Vítali. Þannig að þetta var mjög... Vonlaust kvöld. Já, málega sko með hérna Mjölnir Róbin. Ég mæti bara sem 36 ára blaðamaður, skilur með ekkert hár. Já. Og ég hugsa með mér, kannski fæ ég eitthvað blábelting, skilur. Eitthvað svona, ég fæ eitthvað á mínu level í fyrstu umferð og það verður bara fínt, skilur. Svo mætir hingað en ekki, þú veist, en það var sko, ég var næstu bara að missa á glímuna því hún alltaf bara svo 1-0 baby. Já, og þannig ég bara mæti, bara fæ walk-over sigur, bara dett niður, bara fagna eins og ég hafi unnið titilinn, skilur. Og svo er bara Stefán Fannar og vera, ok, hversu lengi get ég aðeins að Stefán Fannar? Það voru 3 mínútur. Já, vel gert. Þannig að hérna, en hans maður tjóka mig bara aftur og... Þú skeppna maður. 3 Mennur að skora á hann í MMA. Nei, hann myndi ekki að smöðu tjóka mig aftur. Með bara eitthvað leðrið hérna fyrir. Þannig að það var gaman. En ég var ánægð með hérna Vítali, hann tekur silfrið og Junior frá Reykjavík MMA. Hann tekur bronsið. Þetta voru góði fætar, eða góði fætirar Já. á þessum bara eiginlega allalegin upp, sko. Já. Mjög margir, mjög góði, sko. Margir mjög efnilegir sko. Það er þannig. Það eru karlar -66, það er Úlfar Kári Rían Þórsson Fitzgerald frá VPC, tekur gullið, sigraði Elmar Elmarsson frá VPC sem að hérna, Viktor Gunnarsson tekur bronsi en hann tapaði fyrir einum af þessum hérna ungu killurum frá VPC. Já, Úlfari. Já. Hann er svakalegur. Já, hann tekur bara Viktor. Já, þessi gæði búin að söppa mig bara frá hann var barn. Þetta er the women and the children too fyrir mig, sko, það er þessi gæði hann. Einmitt. Hann er búin að hömbla mig frá því að hann var barn. Já. Ég, hérna, örugglega gaman að glíma við hann. Hérna, Hann er svakalegur, sko. já. Ég var með bara, hvernig getur þessi litli gæði bara stúta mér svona. Já. Það er hérna ótrúlegt. Já. Hvað maður getur gert við þessa eldri kalla. Woman and the children too. Women and the children too. Herru, konur pluss 70 kíló, það er Kolbrún Lilja Skúladóttir sem sigraði Ísold Guðlaugsdóttur. Kolbrún kemur frá VPC. Konur -70 kíló, það er góð vinkona þáttarins Kolka Hjaltadóttir sem tekur gullið gegn Heklu Maríu Friðriksdóttur Reykjavík MMA. Já. Kolfinna þöll komið tilbaka og tekur bronsið. Næs, komið tilbaka, er hún ekki bara alltaf Ég á hef öllum mótum með það? ekki séð hana glíma lengi. Nei, En kannski er ég bara eitthvað. ekki með leysundar yfir. Já. -6 og... Já. Ég held að hún sé alltaf bara solid, bara alltaf að keppa og öllum Ertu mótum, mikið að sko. stunda þessi glímumót? Já, þú veist, maður fylgist með, þetta er vinna mín, sko. Já. Ég hef ekki séð hana lengi. Af því að ég er mikill hérna Kolfinnumæður, sko. Maður sjáum bara hvernig hún keppti síðast. Já, hann var Mjölnir Róbin 19, þannig að það er ár síðan. Já, ok. Þegar ég mæt, já, þannig að þú veist, hún veit ekki, skilur, ég fylgist með þeim, sko. Ég efast ekki það, náttúrulega minn. Herru, hérna, konur -60 kíló, Imma Helga Artúrsdóttir, systir hans, hérna, Jón Viðars. Jónas, já. Já, ég veist ekki að hún væri, hérna, bara eitthvað að keppa. En hún tekur gullið, Já, nice. gegn Guðni Evu Eiríksdóttir í Mjölni, og svo eru komin í yngri flokkana, ég nenni nú ekki að lesa þá. Heyrðu, hvað? Ég tek fullorðinsflokka. Já, ok, já. Ég er ekki að fara að taka, hérna, Nei. 67 ára, bla bla bla. Já, ég sá að dóttir Kolku var með gulli í næsta flokki, sko. Já, við höfum kannski... Kolka geti orðið reið ef Já. við minnist ekki á það. Já, sérstætt shoutout á hana Dalrúsar Eiðsdóttir, Hún er geggjuð. dóttir hans Eiðs. Engu húmor frá VPC. Hún hérna sótti gullið gegn Vöndu Káradóttur Mjölni. Shit. Ég fekk svona kaldan svita niður baki. Biggi, ertu officially locked in fyrir Training Day Volume 9? Spyr Ingi Tippalingi. Herru, já maður. Ég er locked in. Hann er locked in. Það er Fight Camp Day 2 í dag. Þannig að nú bara, þetta er bara fókusnúmer 1 í mínu lífi núna. Hérna, hvenær er Training Day? 7. júni. 7. júni, Volume 9, já. 7. júni. Við þurfum að setja inn í kalendur okkar. Hérna, allir þið að keppa Training Day? Yeah, sure. Elli og Hannes? Já, verður maður ekki að taka eitthvað annað? Eitthvað? Já, ég er hérna... Henni tekur sigur á Endur Club, ég get lofa ekki því. Já, ég tek eitthvað.
Til glímu Mother's Milk er 100%. einhver. Já, er það mjólk eitthvað? Gefur nonna smá mjólk. Já. Ég sé það fyrir mér. Hvað myndir gera samt ef þú væri hann að móðast mig? En ég myndi bara byrja að sjú á tútónuðin. Ég myndi bara fíla það, sko. Punktklifun myndi lifta smá. Punktklifun myndi lifta Hún myndi lifta smá. smá. Það er örugglega ekki allir en inni sem vita hver hann Halldór Jens er. Þú veist hver Halldór er. Já. Hann var með okkur í taxonum eftir Interclub, hann í Manchester. Já, Satt aftur með mér. já, það var einhver mistarar í þeim bíl, manni. Já, við vorum 3. Já. Og það er eini maðurinn í heiminum sem ég bara hættur að nenna móðursmjólka. Af því að í hvert einast skipti sem ég set tútunum mína framan í hann, býtur hann mig í bringuna. Ég er ekki eins og smá að tjóka. Alltaf þegar við glímum, þá er ég blára maðurinn á bringunni. Að það er að býta þig í bringuna? Hann býtur mig bara, með góminn upp í sér. Hann býtur mig í bringuna ef ég smóðar hann. Og hvernig er Og tilfinningin? maður á bara smóðara vini sína. Það vita það allir sem er í þessu. Veist, það er eiginlega bara það fyrsta sem ég sagt við þegar þú byrjar. Já, þetta er skemmtilegt move. Passaði bara að ef þú ert að gera þetta, bara gera þetta við einhver sem það þekkir. Já. Ekki taka hérna nýlegan sem var að klára grunnnámskeið og Já, móðursmjólkar. móðursmjólkar maður. Það er ömurlegt. Já. Það hafa flest allir verið bitnir örugglega. Það er ekki næs, sko. Nei. Líka gómur, hann gefur eitthvað svona ekstra. Hann gefur Það ekstra? festir biti betur, sko. Já. Og þú færð bara fara eftir neðri tennuna, sko. Já. Ég einhvern veginn sá fyrir myndi að það væri svona eins og vera svona bitir af einhver svona gamallri tannlösu konu, svona, það væri svona nart. Sko, ef hún er með tennuna neðan, þá já. Já. En það er bara, það er ekki frábært, sko. Það er ekki frábært að vera bitin. Nei. Af eldri konu með tennur neðan. Sko, Hann sem miklu reynslungli. það er eiginlega bara að prófa þetta, sko. Það er eiginlega bara að prófa þetta. Það er ég að prófa þetta? Já, Nonni hefur Please, pottit maður. pröfað einhverja tannlausa, sko. Já. Þetta myndiðu neita því, strákar. Ef einhver Myndið bara taka þær úr og... bjóðast til að narta í bringunum mína. nei. Nei. En á okkur 4. Þetta er nonni sem langt líklegt. Já, ég held það. Það snýður sér allir að nonna. Umræðan fór í að einhver að taka úr sér tennuna, sko. Nei, þið er eitthvað miskilur lífið. Freaky guy, sko. Herru, varstu Freak ekki með mér mann, í liðið einu sinni, hérna? Jú, en svo erum við allir bara farin að fara að slást núna næsta mánuði. Já, nei, já, það er hérna. Já, ég er peppað fyrir treyndinginu, við tökum eitthvað gott í treynding. Já, við tökum góða glímu. Já, ég ætla að glíma á treynding. Ég var nýkomin úr Great Britain Top Team. Great Britain Top Team. Það taka kampið þar gegn Bigga. Já, fattaði, ég er að fara... Er þetta ekki overkill hjá þér? Samt ekki, sko, ég er að fara til Englands í brúðkaup og ég er bara hann að rétt sjá þessu Jimmy og þú veist, það er búið að tala góða hluti um þetta, hann Cap. bara might as well go there. Staff í cap. Fara að æfa með Ali Al-Bassi og... Já. Ég ætla að fara bara með vini mínum Ali Al-Bassi í kamp. Já, ég ætla að fara að hefna Hákunar. Já. Ég Do everything for the coach, sko. Ég hef ekki verið að ná að mæta jafnvel á æfingar núna og áður. Það er svo mikið- sjálfgef sjón að sjá. Já, það er bara allt í hennu er ég bara að vera búið með skólan og komin á fullt upp í krika. Ég er hérna að komast núna í barnaþjálfarinn í sumar í fótboltanum. Ok. Aðstoðarþjálfari í IH. Fjórðudeildinni og bara ógistum ekki að gerast. Það er svo mikið að gerast í lífinu. Það er bara svo breytist svo rætt. Já, það er bara svo auðvelt að bara fylla dagsmunum sína og hafa bara brjóðað að gera. Já, ég segi það. Þetta er svo skemmtilegt, sko. Og það er bara að velja. Já, mér finnst það eiginlega ekkert skemmtilega en að láta kýla mig í andliti, sko. Ég veit ekki alveg hvað rugglir í mig, sko. Já. Það er skriðið. Já. Var eitthvað á þessum út tæmóti helgina? Fóruð þið það? Þú varst alltaf að keppa. Þessi keppti. Elli. Þessna er hann í stúdíónu. Þessum er hann í stúdíu. Þegar ég sé að bjóðunum minna bara eitthvað. Það er svo góðu vinur minna. Það er klárlega ekki það. Nei, já, ég fór á Muay Thai mót og kefti. Já, hvernig var? Þetta var rúkslega gaman. Ég er vanur MMA leg kicks og fá þau bara í kálvan og mjög góður í að blokka þau, en ég er ekki vanur því að fá spörk í lærið. Þannig að mér er ennþá illt í vinstri fætinu mínum. Já.
það bara eina sem að andstæðingur minn gerði var bara fucking hamra læri mitt sko en þú veist já, þetta var gekk gaman þú veist, ég hef aldrei keppt í þessu ég skráði mig bara með 3 daga fyrirvara kann ennþá ekki reglunar í þessu þú veist, það var bara það var flott, ég og Hekla vorum einu úr Reykjavík maður sem kepptum, hún stóð sér vel hún var bara beint á eftir mér ég var byrjað á því að kornurinn á fyrstu 2 lútunar svo kom Ari og tók við Rauða ljónið takk fyrir og Ég verð að segja hún hlusta á hana það, sko. Þetta er alltaf gott. þetta var bara, hann hlusta ekki þú veist, það var rúkslega gaman og bara mikil reynsla. Voru margir sem kepptu þau? Það var alveg þó nokkuð margir, sko. Ég meðan að line-upið í símanum mínum. Ég held að það hafi alveg verið hátt upp í 9 bardaðar eða eitthvað, sko. Nei, ég held að það var 8. 8 bardaðar? 9. Það var 9. Já, bættist einn í lokin, já. Það varst það þú? Ja. Voru þið alveg að fara í Olbo á... Nei. Ég líka sko að því að ég hitti á gæðin inn í búningsklánumaður, hann hafði aldrei keppt á það sko og við hefum nokkuð sameiginlega vini og ég náttúrulega brákaðar á 3 rifbeinum enn þá hann að ég og hann eitthvað spjallum og við bara, já, ég ekki bara hafa þetta bara svona smá chill, þú veist, þetta er bara dómaranámskeið, þetta er fyrir þá til þess að læra að dæma hann bara, jú og þannig ég fer hann enn bara búast upp bara einhver bara svona skemmtilegu fattari og bara svona fá að sína sig aðeins og, og svo tek ég lead hook og svo lead body hook og það greinlega hitt svolítið vel af því hann var svolítið pirraður og fór bara að negla spörkum í mig sko og þá þurfti ég náttúrulega þú veist, bara að matcha þetta þannig ég fór að svara svolítið fyrir mig og ég held að ég hafi vangað hann alveg nokkur sinnum með hann að check left hook sem ég var einhvern veginn alltaf að lenda en þetta var orðið svolítið slöggfest þannig í lokin sko, bara hann að henda út alveg rosalegum spörkum og típs og ég hann að engagea hann á sweeps og góðum hooks og þetta var geðið gaman sko ég bara áttaði mig líka á því núna að ég hef alltaf verið eins og þegar við séð kannski þegar ég er að keppa út ég er mjög mikill svona outside fighter og vill halda distansi og finnst ekkert eitthvað voðalega gott að koma að þessum að ég er lamin sko en ég áttaði mig á því að ég er alveg helviti góður í close quarter combat sko. Þannig að byggi ég vil það sko ég vil bara við séum ekkert að hreyfa okkur mikið þannig þreytist ég sko það verður ég nefnilega bara hræddur þetta endi og fljótt sko já, heldur það ég er að setja húsi á bygga sko ég held að þú takir 2 body shot og svo eitt á chinni og svo ert þú bara slefandi sko ég nefnilega held 100% að Elli sé að fara einmitt svona inn í þetta sko já bara, þetta er easy sko ég held að það sé svolítið svona hérna hérinn og skjálpakan sko ég er búin að halda það sem þetta byrja hérinn og þú vilt klára þetta strax nei þú ert hérinn sko þú hefur engar áhyggjur að þessu og er bara eitthvað lalala menn ég er bara slow and steady leggur þig á meðan ég er bara slow and steady að vinna sko ég ætti að taka niður í fyrstu lótu og leggja mig ofan á hann já það er það sem ég hræddast við sko það sem ég hrættastu við að væri þið eins og hérna, þegar ég sá þig keppa á Indiklubinu út í Manchester, þú varst bara svona allt eitthvað takedown og ég er bara svona djöð nenni í því maður já, heyrðu það, hann nennir þessu hann nennir því ég skal bara ég vona þetta verið bara við bara svolítið stöndu niður og bara svo bara ger ég smá, svo gerir þú smá, svo ger ég smá já, en hvað ef ég segi bara já við því en svo bara ger ég það ekkert svo bara leifið þér að taka fyrsta hooki og ég bara skýt beint í takedown og bara tek bara hamsat og fer bara í crucifix og bara heldir já, ég hef ágjörð því sko ég hef alltaf ágjörð því að ég verið tekinn niður og þetta verið bara leiðilegt og erfið þetta er held í fyrsta skipti sem ég hef ekki ágjörð því ég hef engar ágjörð að byggja sko Ella á eftir að verða a Gardner in a War sko eftir að róða sig niður sko fer hann út til hvað Manchester já tekur 2 æfingar það er brúðkaup sko já, gefst upp ég hef ágjörðað sko, ég og Nonni erum að fara í svo langa ferð rétt fyrir, við erum að stefna á júlí við erum að fara til Azerbaijan og svo á Kate Steele og eitthvað, við erum svo lengi úti já, þú ert að vera í rosalega fightcamps þar já, það er ekki bara djúka já, við finnum bara eitthvað þú ert ekki að horfa, þú ert ekki að finnst það slæmt sko nei, svo fyrir til Georgi eitthvað svaka wrestling camp í Georgi kom til Georgi, þú bara eitthvað ég vildi óska þess að ég geti slegist hérna
Azerbaijan, bara þvílíkt margir þvílíkt flottir fætir að koma það Svo alltaf tökum mörgum smá frí í Georgíu eftir Azerbaijan. Jú, Þannig að ég það segi sem- bara send Biggi Georgia 2-3 days and forget sko. Já, Send Biggie Georgia 2-3 days and forget Biggie fullur í Georgíu Hann er hættur að drekka, hann er að taka sér bótt hann er locked ég er ánægð með hann sko Já, Ég ætlaði að gera díl við hann að ef ég myndi slá hann niður með lifursjótti í bardaganum og þá þyrfti hann að hætta að drekka og þegar ég kom með það tilbúið á borðið þá bara ég er hættur að drekka Það var bara, hats off to you man ég skil, það er vel gert Það er gaman hvað að hafa mikla trú á þessu liðvisjóttiðinu. Já, ég er góður í við nonni erum að fara að taka bygga í svona Volkanovski takedown defense bara, ekki séð það sem hann er að glíma við einhvern svo kemur einhver Já, aftan hann aftan á og skýtur bara, hann já, líka sko. einmitt. Já, Það hann er er að bara, gera það hann er að boksa við MMA. einhvern, Ja, bom, svo bom, bara bom. allt í hennu kemur bara einhver aftan á hann. og bara þannig bregðast við sko. Já, Það er gert á þreymræðingum já, hafið þið gert það? Kitty, hann fyrir mikið við þetta líka Kitty, þegar við Marno tókum hérna páskana í fyrra voru bara alla páskana bara hverjum einsta degi, bara við tveir upp í gymmi og Kitty kom og patsaði og fór við með okkur þá fórum við mikið í þetta sko. Þetta er fáránlega erfitt sko. Já, það er eiginlega bara líka bara við Marno, við kon annan erum bara algjör fáiðar þannig að við reynum svona að laumast upp á það ég er bara 100% að reyna að taka niður ég er ekki að reyna að gera hann betri sko. við erum bara að taka hann niður sko. Here to cause pain já, það er það mjög gott Herri, við ætlum aðeins að rífið áfram Hérna, UFC í Ástralíu já, Næstu helgi Já, Perth wow Þetta er geggjukart þetta er geðvikt kart Þá Jack Della Maddalena á móti Carlos Prates Banil Darius á móti Quillen Salkild sem er náttúrulega bara næsta svona stóra efni þeirra Ástralíumanna Svo er Tim Elliott á móti Steve Erceg Það er bara góð og Samuel Gassif á móti Brando Perisic sem að þú varst mjög hrifin af eftir síðasta Nýju uppáhaldsfætirinn minn, Brando Já. Perisic. Þessi gæi er að fara að vera heavyweight champion sko. mánuð. Já, og svo fáum við Taito Vasa aftur á móti Louis Sutherland Sko, ég held að þessi fæt sé dott nút. Ég veit ekki okkur hann hangir á nefni. það er En back on. Ég Já, held að Louis náttúrulega tók við barðaðanum bara með stundum fyrir á Ég held að Louis hafi Nei, það datt út fyrst andstæðingurinn og svo var það bara 2 tímum senna var búið að laga og bara búið að koma Já. nýjan andstæðing En Taito Vasa er á 6 bardaga tap hrinu Já, Já, ég skil ekki af hverju þannig að Rósinstur eitthvað köttaður en Já. ekki Taito Vasa einmitt. Það Þú veist, bara ég fan elska, favorite. ég elska Taito Vasa en bara gaur please farða að vinna í kardíónu Já, hætt að drekka svona ógstlega mikið Já, hætt að vera bara eitthvað klassískur þú veist oi, Astrali að drekka pissfullan og jamma og einmitt. þú Bara veist, alltaf feitur, þú veist. Já. Það er ekki eins og sé hvað, þú veist, hann gæti bara tekið sig á og verið bara light heavyweight, sko. Já, já, Já. Já. Svo eru uppáhaldsfætirinn hans nonna, Gerald Merchest. já, Er hann á kartinu? já mottan Mottan Herri, ég er það reyndar er ekki motta Ég er reyndar ekki svo mikill Gerald Merchant maður Ég fóði farið ófögurum orðum Já, yfir hann svo líka maður með örgulega top 3 nafn í UFC Thickness. Colby Thickness það er rosalegt nafn svo náttúrulega ég er bara spenntustu fyrir The Minority Killer The Minority Killer Já, Sölkid Já Er hann það er rosalega fætir Já, Já. hann er bara ógeðsmandi ógeðslega spennandi fætir Sko, er verið að gefa honum ofstórt mission of snemma? Salkild. Já. nei, ég held að það sé Nei. með dísk Já, Ég held að það sé verið að gefa honum svona svipa dæmi og Paddy sko verið að gefa honum einhverja bara gamla fætar á leiðinu út og Já, mér bara einhvern veginn fannst eins og Benil Darius var kannski svona aðeins svo heitur ennþá Já, þú hann veist- var náttúrulega flatlænaður á þú veist 13 sekundum á móti Já, Sandani sko Já, svona got caught, sko Já, og hann hefur ekkert eitthvað verið voðalega þekktur fyrir að vera með besta chin í heimi Nei, og þú veist, Sölkid er náttúrulega hann er wrestler sko Já, og er með mjög gott striking og með Mjög gott striking. mjög mikið knockout power sko fóreldrarn segja ekki bakari Nei, það komst í ljós það er lí það var andstæðingurinn hans foreldrar andstæðingurinn hans áttu bakari náðu ekki sem í með Nei það er sem sagt var alltaf eitthvað svona highlight tape af Salkit Já, það sem hann var alltaf tekið fram hérna his parents owned a bakery og svo rota hann gærum Já, með bara En fullkomna þá- headkicki þá
þá voru þeir að tala hinn andstængin og bara síðan þá var þetta ekki bara debut og hann Selkid eitthvað Nei, þetta Nei, ok. var þar senstu bara þið en síðan þá hefur þetta bara farið út allt sko. Já, þú veist, geggja hann síður svona góðu formi fóröldan sig bakari hann bara, ég held að hann hafi fengið sér bakari tattu eða eitthvað his parents own a bakery og svona loaf of bread Já, fekk á sér brauð ristina bara alls ekki tann sko, enga einn sko Það er ógeðislega að finna Sigga að finna Nei, ég er líka að follow hann á Instagram hann er alveg ástæðlega maður sko, einu minnurinn og honum með Tattoo of Us hann er með kardió Já. hann er bara að jamma á fullu og hann er alltaf með einhver teyser að teysa við hinni sína og Tattoo of Us? Nei, Já, Selkid Selkid, já. bara ungur ástæðlega, bara svona alveg proper hann er bara þetta skemmtilegt fólk að Já. Og hann er bara jammari ef það væri ekki fyrir dýrin þá væri ég löngu búin að fara til ástæðlega sko. Er þú hrættu við kongularnar? Nei, ég er ekki hrættu við kongular en ég er hrættu við kongular sem geta drepa mig Já, svona litlar kongular sem þú sér ekki Já, og líka þú veist Ég er ekki man hræddur ég við hvað kóngulær. þú veist, 10 eitruðustu snákar í heimi eru allir í ástæðlega Já, þú ert ekkert eitthvað á hótelinu upp í Ástralíu og bara döður sko Það geti alveg gerst, Nei, maður veit ekki Þú veist, að með við hefnina mína Já. Ég er hefnasti maður í heimi sko. Þannig að þú veist, það er típist að ég myndi lendi því að vera bitinn en þú veist, fá antidót 3 sekúndum áður en í deg En samt fakt, svo fattar þú veist, restan í lífinu En samt lifði ég það af sko. Við fáum Junior Tafa Já, Prílims Það er svona gæði sem maður er svona hann köttaði niður í light heavyweight og lúka bara jacked núna þess að hann var smá bolli hérna í heavyweight sko. Senustu 3 eða eitthvað þá hefum bara fundist eins og hann bara nennið ekki sko. Já, Svo Volker-fætin, hann byrjaði þar já, hann var einn af þessum hílúk hann var einn af þessum hílókum sko. fórnarlömbum Hann Ég skil ykkur, hann er ykkur að reynd Olger Hann Benedikt á chatinu kemur með góðan punkt að Tattoo of Us vann síðast 2004 Það var 4 ár síðan Það er ekki 4 ár síðan 2004 er náttúrulega bara fyrir 22 ára 2022 Já, 2022 Já, 2022 er það sem ég ætlaði að segja Já. Það er punkturinn já, En nei, 2004 það er svolítið langt síðan Já, 4 ár síðan En hann fær bara endlega þess að sensa því hann er svo skemmtlegur Já, og það er svolítið svona, þú veist eins og Ellir að segja, þú veist, það er Rosenstreik og bara ranked gæði sem bara köttaður, þú veist, þó hann var bara, þú veist, hann tapaði einhverjum einum fæt og köttaður á meðan, þú veist, bara ef þú ert skemmtilegur og farið sjúi, þá farið að hanga það minni. Já, það er nákvæmlega svo leið sko. Þú veist, hann selur miða, fólk langar að koma og sjá hann, sko, en ég meina þegar hann verður komin á, 7-barða taprinu, þá veit ég ekki alveg, en þú veist, alveg lærið Nei, líka ég er reynskilin Ég skil ekki hvernig hann er ennþá inn í UFC eftir senasta barða Ég hef aldrei sem hann gasa út svona fljótt Nei, það var alveg vandræð þegar voru báðir gasa. Já, En í þriðjulóti þá virkaði eins og hann ætlaði aðeins að koma tilbaka og hann, þú veist, það var spennandi sko. já, var skemmtilegt. já, en bara hefði verið með aðeins meira gas Já, ég er ekki að segja það er ekki að vera að gasa, skilur en ég bara, það var svona gaman, skilur það er Já. entertainment, því ég held að Paramount Plus vilji sko entertainment value Já, og ef þú ert alveg entertaining að þá máttu tapa meira en 3 eða whatever, skilur Já. það er bara helmingurinn af þessu sporti Já, er bara einmitt þetta það er það sem selur þess vegna færðu þessa gauðra sem kom inn og búa til þessa karakter eins og Hókitt skilur mig hann er bara gera sig að þessum prototype já, vondagæði sko já þessi Bara- gæði er ekkert svona í alvörunni að vita það allir Nei, hann er En, bara, veist, þú veist, gera það sem hann þarf að gera til að hækka Algjörlega. hlutabröðin sín, sko. Já, ef Algjörlega. það komst á vætaskarti hann komst á vætháskarti bara út af þessum fætt Já, einmitt af því að hann var bara eitthvað að fokka Já, og en bara talking trash og bakkar þessu upp, skilur já, Einmitt. það var samt öruglega bara, það er öruglega topp 5 fætt hjá mér sko. Já, það var ekki það. Mér finnst Vá, líka, maður. hann var búin að hæða sér eins og algjör fáti og ég var alltaf bara, ég hata hann gæja, ég bara fokkin hata hann gæja. Já. Svo átti hann að gegja að fæta og ég bara, ok, ég fyrir ekki honum allt og svo ég var bara, þú þarft ekki að haga þess eins og fáti, ef þú berst svona, Ég segi þá það, þarft ekki að vera fyrir utan búrið með einhverja stæla. Ef En- þú bara berst svona, þá er það alveg nóg fyrir en mig. sjáðu bara eins og Allen hann er ekkit með eitthvað pay-per-view pool Það tala Arnold eða Brendan. Arnold Já. geði veikur fætir og bara, það er verið að gera heimildumyndum að núna og okkar en
af því að hann er bara svona þá er hann ekki með mér púlinn þetta ef Arnold ef hann væri að haga sig svona svo Hogan þá væri þetta bara hann væri alltaf einhverjum title shotum og væri bara væri búin að fá nokkuð title chance sko. Þetta skipt svo ógeðslega miklu máli í þessu sporti skilur Conor bjóð til eitthvað svona prototype af típu sem svo margir hafa reynt að emulata Ég er samt með unpopular opinion ég fílaði Conor meira áður en hann fór að vera þessi big guy, big money talk guy sko. Ég fílaði hann þegar hann var hann bara þú veist að dissa áfengi já, þú veist alcohol is poison for the soul gæinn fattaru, þú veist bara humble og bara sína hvað hann var fucking góður ég saknað, hefði hann haldið sér svoleiðis og bara á þeirri braut who the fuck is that guy það er engin sammálusinu ég misti smá svona respekti fyrir Conor þegar hann var að fara að mæta Dustin Poirier og byrjaði eitthvað að rífa kjaft á blaðamannafundinum og var bara eitthvað hann var að segja þú veist eitthvað your wife is your husband og var bara eitthvað svona svo fór hann að reyna að láta krátið tjanta eitthvað Jolie's wife og ég bara eitthvað svona það var ekki alveg sami Conor og maður svona var búin að venjast fyrir það sko eftir boxbardagan þá á mót Mayweather þá fannst mér hann bara að fara niður á við Datt hann ekki verið kókainneslu, var það ekki bara mál? Það var bara, ég vil segja að hann hafi dottið af háa hestunum sínum eftir neitt sko. Ég held að hann hafi fengið bara of mikið pening og rætt sko. Já Svona einmitt svona blue collar iðnaðargaur sem bara verður bara þvílíkt stór verður bara nafnið í kringum sportið svo bara þú ert búin að vera aðeins ákveðið lengi held ég bara að fara allir niður þessa leið sko. sem ég segi alltaf ef ég fengi að stjórna framtíðin minni þá vil ég vera ríkur en ég vil ekki verða ofríkur sko. Ég vil bara ekki þurfa að hafa áhyggjur á hanninu ég vil verða ofríkur en ég vil samt þurfa að geta unnið líka fattaru en ég vil samt ekki þurfa þess það er svona maður góður Herru, aðeins að hérna það er maintenance á Coolbet þannig við getum ekki farið yfir stuðlana Já, ok Það er verið maintenance í gangi En ég ætla bara ég ætla að fá spána frá okkur áður en ég rappa upp þættinum Hérna, Jack Della Maddalena Monte Carlos Pratis Hvernig haldið þetta færi? JDM En það kemur ekki óvart ef að Pratis er rosalega fæðir en JDM er bara nú tölum við top 3 hjá mér daginn áðan JDM er á top 5 sko Já, ég spái JDM bara út af því að hann er rosalega teknískur, hann er mjög góður stanslu stansvits bara jafn góður í Southpaw og í Orthodox meðist bara ógeðslega gaman að horfa á hann sko. Gleymar, þú veist, maður veit ekki hvernig hann er eftir þetta tap svona tap getur og sérstaklega svona tap getur alveg fokka svolítið í haustum á manni, maður er ekki alveg viss, þú veist, hann var undefeated tapaði það var fyrstu tveimur sem var bara búin að vera á bara bílu sko. og akkurat tapar svo rosalega illa og þú byggir hvernig heldur þetta fari? Mér langar að segja Pratis er á mínum top 5 lista sko. Ég elska Pratis sko. En ég veit ekki, ég er svona heilin segir Maddalena, hjarta segir Pratis Ég sála þar JDM þurfi líka bara gott bounce back núna þannig tapar fyrir Íslam skilur það ekki syndi því skilur Nei Og líka bara, veist, bara 25 minnir í búrum í Íslam hljóta að kenna manni alveg ýmislegt sko. Algjörlega Einmitt, ég er eiginlega á JDM lesninni sko. Já, ég held að Benil Darius á móti Quillan Salkild Allir það bara Ég veit ekki hvað þetta er Þetta er samt alveg, þú veist, þetta er alveg big step up in competition Darius er mjög flottur en Salkild er bara svo fljótur sko. Ég veit ekki hvort að hann á að halda upp við hann sko. Nei, og þetta leit ekki vel út þarna, í síðasta fætt á móti BSD en ef við skoðum bara level competition sem að Darius hefur farið á móti þú veist, þá var hann alltaf bara veist, að berjast á móti Oliveira og þetta er rosalega reynsla Sigrar Renato Moicano Nei, hann var ekki búinn með Íslam, nei fyrirgeðu hann var Arman Sarukian og Charles Oliveira og eitthvað svona þú veist þetta er ekki skömmi því að tapa móti BSD, Arman Sarukian og Charles Oliveira það með Sigur Moicano og Matteus Gamrot þetta eru góðu sigrar sko. það eru ótrúlega gaurar þegar maður tjattið eitthvað að taka við sér Hókit er heavyweight, Colby Covington nema það með það að Hókit nær að baka þetta upp
Hogan er heavyweight Kofi Covington nema Já, ég Hogan sammála. er að bakka þetta upp, það er rétt í penna það er 100% þannig Er Covington ennþá í UFC Er Covington ennþá í UFC? Nei, hún var droppað það ekki Það er nýbúið að droppa hún Nei, hann okkur Ég held að það var komið bara í vikunni Já, ok, þá misti ég að því sko. Getur verið. Já, Ég eitthvað er ráð með þannig ekki búin að heyra það. Ég meina, ég ég man ekki eftir að horta á einn Colby Covington fight og verið bara djúvel held ég með Colby Nei, Covington þú langar sem meira af þessu Já, hann er með já. confirmed upcoming bout í wrestling á móti Chris Weidman Ó, já. og hann wrestlaði, hann er búinn að taka núna þú veist, þetta er þriði wrestlingbartæðins í röð, þú veist, hann tók Luke Rockhold og Dylan Danis, búinn að vinna á báða og er núna að fara á móti Chris Weidman þannig að Luke er eins og hann sé bara eitthvað að leika sér í wrestling Þetta er eitthvað svona X UFC eða fyrir þann Já, Dylan samt Darman. Danis Já Tim Elliott mútið Steve Ersex Ég ætla að segja Ersek Já, ég segi en Tim Elliott er með 35-40 pro-fights þannig að þessi gæri er alveg vita hverju þeir eru að búast við og kunna að undirbúa sig fyrir svona Það er fights spurning hvort það verið annað Uncle Max Þetta getur verið Max Max Já, betur hvað er Tim Elliott gammal? Maximum Ungulation hann er fættur, Maximum Ungulation hann er 39 ára gamall Já en ef við rýnum inn í tölfræðina þá er ofta ekki gott að vera 39 ára gamall í UFC Nei, en hann er búin að vera rosa flottur já, Já, eins og ég segi, skilur mig hann er með 30 fleiri fights eða eitthvað Já heldur en Ersek Já, og það hefur það er ekkert alltaf allt að segja, skilur mig en, þú veist, Það er mileage Þú veist, hann er bara búinn að tapa á móti Muhammad Mokaev sem við veitum er bara fucking skeppna Já. síðan sko, þú veist, síðasta tap fyrir það var sko 2021 Ásaki þú veist, þannig að hann er alveg búinn að vera að standa sér vel og náttúrulega bara vann Kaya Sakura seinast sem átti að koma inn í UFC sem bara einhver svona nýtt fest blóð sem getur fyrir að challengea fyrir tætalinn sko. Og hann er bara að sjötta það down sko. Þannig að hann, þú veist, ég þarf að veðja að hann verði smá underdog en þetta verður svona lifandi hundur sko, sem það verður gaman að kannski setja smá peninga á en Steve Erceg hann er náttúrulega bara bæði svartbeltingur og með geðað slickbox þannig að, og þú veist, og þessi aldursmunur þú veist, ég held að við hefum eftir að sjá kannski svolítið seat advantage hann er 30 já. Við talum sko yngri gæja með öll credentialin og miklu minna mileage heldur en Tim Elliott Ég held að Ersex sé eiginlega svona lokk í mitt þessu helgi Já, og hann er líka búinn að vera battle tested núna svolítið undanfarið, fá ógeðslega erfið anstæðingar, þú veist, búinn að taka einhver töp en bara, þú veist, var bara hérna, fór í title fight á móti Pantoja og tók 2 lótur og 3, sko. Þannig að, þú veist, þetta er alveg gæi, sko. Ég sammála. Samil Kassi var móti Brandon Perisic. Perisic, allan tíman, bara first round finish. Já. Hann tekur hann í gólf og leimur hann í klessu. Ok, ég sammála því. Tai Tuivasa móti Louis Sutherland. Er ykkur að fara að spá Tai Tuivasa sigur í þetta? Ég held að Louis Sutherland sé ekki það góður sko, að þú veist þetta verður eitthvað svona Hverju hefur Louis Sutherland tekið? Hefur hann unnið bara í UFC? En ekki sigurlaus í UFC, hann ætla bara komur óslega kókraustur inn í London-kartið þannig síðast Sko, mér langar rosalega mikið að sjá Tai Tuivasa vinna Ha? Mér langar rosalega mikið að sjá Tai Tuivasa vinna Já. En ég held bara að hann sé búinn Ég held það líka Hann er svona heimavelli 50-50, það er eitthvað að fara að róta síðan sko. Var hann ekki líka heimavelli sinnast? Tuivasa? Já. Maður ekki alveg. Nei, ég held ekki. Mér minnir að hann barðist á senasta Ástralíukartið með Volkanovski og Lopez. Jú, það er rétt. Það var allan Volkanovski. All knowledge. Það var í Sydney. Helviti góður. En hérna, já. Með 7 töp í röð. Já, hann tapaði Sér þessu. fætt tapstriki. Sko, ég held að sko, ok, Tai Tuivasa til varnar. Já. Áður hann fór út af losing streak, þá var hann að fá bara sko performance bonus bara í öllum fætunum sínum og með þess að fætu á night þegar hann tapaði á móti Silgan. Þannig að win or lose, þá held ég hann eftir að gefa okkur skemmtinn þarna af því að hann er að fá gaur sem hefur ekki ennþá fundið sigur í UFC og þú veist, ef hann ætlar að vinna einhvern bardaga þá er svolítið búið að setja ágætlu fyrir hann þarna og hann er með heimagrótið og örgulega á loka sen sko. Já, og bara, þú veist, hann verður að vinna þetta hann getur ekki endað þetta eins og Tony Ferguson hann vann hérna Greg Hardy í júli 2021 Já. það er senst að win en svo er hann búinn að fá Sergei Pavlovich, Cyril Gahn nei, hann vann Derek Lewis hann glemir því vann Derek Lewis Alexander Volkov Sko, það er ekki hægt að neyta fyrir utan senasta bardagann þá er svolítið mikið búið að vera hendunum í ólvan sko. Já
Já. En ég meina, ef hann ætlar að snúa sig við, þá verða það hér. Já. Já. Ég held að gera það. Hann er búinn að vera að keppa sko, eins og okkar maður hérna, Benedikt segir í sjáttunni, hann er búinn að vera að keppa mútið skrýmslum, hann tætti Tuivasa. Já. Hann benni okkar, ætlar að bakka upp til Tuivasa. Já, er þetta Benedikt Gylfi? Nei. Benedikt Viðar, Já. my guy. Já, ok. Já. Já, ég fílaði hennan Benna. Betur en hinn, nei. Betur en Nei, hinn? ég er að tjóka. Hitt í gæða. Ég er að passa mig, ég er að fara að sparra hann mögudaginn maður. Fuck. Biggi verið slömpt, fætunum verið aflýst. Já. Ég tek Hannes í staðinn. Þetta er of short notice fyrir Louis sem að leita ekki vel út síðast. Ég verði alveg að halda það tæk. Já, ég til Hann í bæri þetta. þannig á kamp, sko. Hann er heima allavega, hann er á kampi. Já. Þetta er allavega... Ef ég væri ekki hættur að drekka, þá væri ég tilbúin með sjúi, sko. Já, ég tek Sjúi ef hann vinnur. Aha. Já. Yes. Ég ætla að Þú verður að breyka... taka það upp og senda inn á fjöldutuna. Herru, allir þetta sé ekki bara góðan tíma. Þú veist, 4 AM Eastern, hvað er það fyrir okkur? Mér minnir að þetta sé bara eitthvað 8 morgunin eða eitthvað, sko. Ég get ekki verið að taka það Sjúi 8 morgunum. Jú. Þú lofaði núni. Þú lof... Ég fann að segja alltaf við fólki eitthvað svona. Herru, þetta er klæðan bara 8 morgun. Já. 8 morgunum á sundi. Ball knowledge. Á sundi. Vítum maður. Nei, ég er ekki að pröfa þetta. Já. Það er bara plus 4 hours. Nei, ég veit það ekki maður. Þannig ég er bara byllandi dag. Nei. Mæti bara í vinnuna og beint í húsi. Jú, ok, sko, þetta er svo ruggandi þegar þetta er svo langt í burtu. Þú veist, ég veit allan þú veist, að vinkona mín í Nýja-Sjálandi, hún er alltaf, þú veist, hún lifir á morgun, þú veist. Það er á morgun alltaf hjá henni. Herru, þetta er laugardaginn, meinkvæmt er hérna 11 hálfdægisbilið. Þá byrja meinkvæmt. Þá ætla ég að vera með krakkan í ykkur sumbústa. Og bara sjúi með krakkana. Já, sjúi með krakkan. Það sýnir ykkur sem að pabbi gæti aldrei gæti ykkur. Sjúi fyrir hvert högg. Já, sjúi fyrir hvert högg. Herri, ég ætla að rappa þessu upp, það er bara komin æfing. Já, Við þurfum að fara að gera hluti. Já, ég þarf Við þurfum að fara að æfa. Ég þarf að fara að vinna. Ég ætla að þakka öllum fyrir að hlusta á þáttinn. Ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir boðið. Það er líka minna að það er skemmtilegt box næstu helgi. Inui er að fara á móti Nagatani og Benavides á móti Surdo. 2 mismunandi boxkvöld. Þannig það er eitthvað. Ég held að Inui sé á DAZN. Man ekki hvað Benavides er. Getur verið eftir. Ég takk öllum fyrir að hlusta. Við förum yfir boxið næstu helgi. Við reynum að fylgjast með þessu. Og þá til næst. Takk fyrir næst. Takk fyrir komin.